þetta verður bara skemmtilegt. Við sáum mjög spennandi einvígi síðast þegar við vorum í útsendingu Hannes Lívar og Björn Þorfinnsson og það sáum við þegar að dró svona að lokum einvígisins og virtist svona þreytan og spennan trufla Hannes aðeins. Sjáum við eitthvað slíkt í kvöld hjá eldri mönnunum? Það spurning, það gæti alveg gerst. Við höfum ekki séð í Helgi og Jóhann fóru nú áfram nokkuð sannfærandi og þreytan virtist nú ekki segja til sín í 16 manna úrslitum. Einmitt. En hver veit, mér skilst að þessi komnir af stað og Bragi hafi hvítt í fyrstu skákinni. Fáum hann hérna upp, já, fáum við borðið. Það er 1-4 series 5, það er síkilegur. Bragi virðist að tefla draug eins og ég átta mig ekki alveg. Já, fáum við eitthvað útskýring á þessu eftir en Helgi er allavega að tefla þá við sjáum hann ekki þannig í mynd og... Já, þetta er svona mjög bragalegt system, svona Grand Prix árás. Einmitt. Og við verðumst vera að tefla hérna hratt fyrstu leikina. Bragi verðist alltaf tefla svona, já, kannski sneiða hjá algengustu leiðunum í byrjuninni. Kannski ekkert sem kemur óvart hjá honum. Þetta er 2, þetta er allt þekkt. Bragi mér að sækja fram á Drottningaveng. Þeir tveir, Bragi Þorfinnsson og Helgi Ólafsson, þeir hafa ólíkan skákstíl, má segja. Algjörlega. Og það kannski mun eiginlega hafa svolítið úrslita áhrifin í kvöld, hvort að Bragi nái að stýra skákunum svona meira í sinn farveg. Og sá farvegur held ég að sé að hann sé svolítið að sækja með frumkvæði og svo notum það sem nota svolítið mikið svona að tefla óræða stöður. Að meðan að ef að Helgin er að hafa þetta svona stöðurlegt, svona rólega stöður þar sem að hann er að laga mennina, þá myndi ég nú veðja á Helga. Einmitt. Helgi mjög öflugur, tæknilegur skákmaður og Bragi nýtur sín vel þar sem hann hefur frumkvæðið, hentar honum kannski verð að verjast en Bragi velur hérna eins og Ingvar sagði Grand Prix árásina þar sem að hvítur geymir D-peðið sitt á D2 en sækir fram með F-peðinu og gælir við sókn og kongsvæng sem að Bragi leik hérna síðast B3 sem að svara með B5 og Hvítrútabiskup Helga væntanlega á leiðin á B7. Já, mér finnst þess að Helgi sé að bregðast vel við hérna. Bragi er ekki að fá að virðist svona hættulega svo. Við erum ekki ágjur á þessu biskup hjá hann hérna. Áður hvítu biskuparnir séu svona hálf Já. Hann er oft hættan í þessu afbrigði fyrir hvítan að hérna, hann fær ekki spil sem hann er að tefla upp á og situr hann eftir með svona strategist veika stöðu C2 báða biskuparnir sem þú segir sko. Já. Þessi kennst ekkert út á peðinu og sama í gangi hér. Það meðan Helgi er komið núna með smá pressu hérna á miðborðið. Ég veit aldrei hrifin að þessar ákvörðin Helga að drepa hann á F4, ekki að lefa Braga að leika F5 til dæmis, af því að nú fær hann E5 reytin fyrir rittarann og smá svona dýnamík í kringum E-línuna og skálínuna, Hvítrútabiskupinn og skálínunni. Það fer á E8. Það er ýmsa tilfæringar fyrir svartan sem koma til greina á eftir rittari D7, rittari E5 eða biskup á E5 jafnvel. Ég er bara að nota C5 reytin líka. Spurning, þarf Bragi að fara að drepa hér eða verður það mikið pressa á miðborðið við, hann leikur Drottning F2. Já, mér líður eins og Bragi sé svona einu tempói eftir í þessar stöðu, sko, vantar biskupinn á B2 og nú er spurning hvort að, já, Helgi lætur til skara skríða akkurat. Hvort að spurning hvort að, ég hugsa Bragi leiki E5 hérna fórn þessu peði, þegar hann haldi þessu lokuðu hérna en, já, ég myndi segja að það eru tveir, bara lélegi kostir, að drepa þetta eða leiki E5. Já. Bragi gefur sér tíma, hann á eftir 1:25 og Helgi er ennþá yfir 2 mínútur. Helgi verður alltaf verið alveg ótrúlega skynsamur á klukkunni í hraðskákum. Það er eins og hann nái alltaf svona góðu flæði í tafninskunni hjá sér. Heldur betur, Bragi fórn á peðinu en bindur vonum við að vinna þetta D4 peð hérna tilbaka. Já. Gerir það ekki bara? Nú spurning hvað gerist eftir rittari E4. Hvort það með taka D4. Ef að Bragi nær að taka á D4 með góðu, þá er hann komin yfir að vesta og fannst þetta svona vafasamt hjá honum en kannski er þetta bara reddast. Gæti verið sko. Já, biskupinn á D4 er þið mjög sterkur.
Hann getur fyllt í eftir með að þrefalda til dæmis á F-línunni. Já. Helgi að leita einhverju góðri lausn akkurat núna. Gefur sér góðan tíma. Hann skynjar að þetta krítist augnablik og hann leikur riddara E4. Og nú reiknar Bragi. Tekið með biskup á D4. Hvað gerast þar? Myndur halda að það var lagið kvitt. Ég myndi leika því. Pett tekur biskup á D4. Ætlar hann að leika okkur D5 í þeirri stöðu, Helgi? Ég alltaf voni á F7. Það er hún í F7 líka, alveg rétt. Hann drefur bara F7. Tekur á F7 drengurinn. Ok. Og þá kannski voni á D4 í framhaldinu eða hvað? Já. Og Hrótur Bresjö tekið á D4 svona öruggarleiðin. Ég að spá hvort að Bragi sig ætla að braga yfir sig og drepa G7. Fórna skiptamenn. Nei, hann fer bara öruggarleiðina. Er þetta ekki bara fínt? Er hann ekki bara peði yfir? Og ég held að við viljum fá þessu kaup á svartættubiskupum fyrir hvítan. Ég var að reyna að sjá fyrir mér hvort það væri einhver færi fyrir Helga að opna skálinu fyrir biskupin með E3. Já, það verður að gera það. Annars hefði hvítur bara öllum líkjum fært riddarinn á F1 og E3 og blokkar allt. Emitt. Og verður bara peði yfir. En nú, já, bindur hann vonu við þetta. Ok, D3 bara E3, hvað er hann að fara að gera þá? Hrókur F2. F2 vantarlega. Hrókurinn hinga eða hvað? Vinnur allavega, já. Mæleika E4 þá? E4, hrókur C2. Ég meina Bragi er allavega peði yfir þá. Og já, og svona virðist það alveg. Já. Okkarlega kontról, tekur kannski bara núna B5, loftar út. Þess vegna, já. Reyndar riddarinn og valdar að loftum út en manni finnst eins og maður þurfa að lofta út. Kannski hrókur F1 eða hrókur D1 bara. Hóta skáka á D7, nei fyrir ekki á D8 núna og uppskipti og vinnur þá biskupin á B7 í framhaldinu. Helgi reynir að halda kontról, valda biskupin með hróknum. Ég myndi reyna að halda drottningunum innan núna ef ég verið með hvítt. Mér finnst eins og valda ég að þennan ritt. Hann loftar út, þarf ekki að hafa lengur áhyggjur að máta í borði. Hvernig finnur Helgi spil núna? Drottning G5 já, kongur H2, annars hefur Róni á G2 með þungumennunum, valda riddarann. Við erum nokkuð skynsalegt að Braga, hann á alltaf inni drottning D8 og uppskipt og drottningum ef hann þarf. Gæti farið að kóplóti það fljótlega. Já, hann gerir það. Hann er náttúrulega með verri tíma, maður leitar átt eftir því að einfalda tabli þegar tíminn verður að vera skortnum skamt. En hrókur D4, hrókur B4, valdar hann ekki beysið það eða hvað? Getur hann ekki telt þetta þannig? Vilt fara hér og valda allt. Svolítið passa að kalla hvernig bætu við stöðuna. Það er svolítið erfitt fyrir... H4 vantarlega, automatísku leikur. Já, svolítið erfitt að koma þessum... Ok, riddarinn kannski gæti farið F1 eða 3. Leikur kannski B4 bara. Já, B4, það er betur en að hafa hrókin hann það innanluga. Ok, býtur hann við. Já, hann kann líka riddar E2. Já, riddar E2. Strax. Nei, hann mátt að taka E4. En þetta ég var að hugsa svona, þetta er svona öruggarleiðin, riddarinn á C3, svo kemur kóngurinn valda svarta reyti, hvítur getur ekki tapað þessu. Já, hann hengur getur beðið, úff. Æjæjæ, klóðskapur er bra, hristir hausin á það. Það er aðeins að fljótur á sér. Ok, nú þarf hann bara að ná sönsum. Þetta skiptir kannski enga máli upp á jafntefli, hann hlýtur nú að eiga það alltaf. Hvernig kemst svarti kóngurinn í gegn? Ok, hann ætlar að stað með hápeði. Athyglisrákvörðin í Helga. Þetta er auðvitað bara sniðið til Braga að hólka þessu peði hérna áfram. Já, þetta nú er þetta bara jættefli, já. Þetta leysir bara upp núna og... Hvíti kóngurinn fyrir svartareit á D2. Og ef eitthvað þá var það frekar hvítur sem getur reynd að vinna, en þetta er alveg steindautt. Bara ég líka með liðlegan tíma. Já, þetta er kannski ágætið skák svona fyrir báða, að ná svona skjáltanum úr sér og koma sér að stað í þetta. Já, algjörlega. Ég skal ágætt fyrir einvið að, einmitt, það er svona báðir að fer engin illa stað, báðir komin á stað, með þetta í puttana. Ég heldur getum alveg verið sammála um það að við viljum fá jafnt og spennandi einvið fyrir áhorfendur. Við höfum séð einvið í þessari keppni sem hafa verið algjör einstefna frá byrjun. Já.
og þá er spurning hvort Jæja. það Helga í mynd, Við já. erum búin að refresha þarna drauginn. Hann Já, já. er ekki komin í mynd. Nú við. Þetta hafa bara verið að laga myndavélina áður en við hérna Já, þá ættu að vera, skáknum með 2 á stað. ættu við hvað og hverju að fá. Já, Skák hérna fer hann á númer 2. stað. Riddari finnur 3. Helgi er mikið í þessum Riddari F og D4, C4 byrjunum sem er svona skiptast oft svona hver yfir í aðra, svona mismunandi leikjaraðir. Og hann velur þarna riddara eftir G3, svona svo kallu rétt í byrjun, en Bragi heldur þessu svona í einhverjum grunnfeldstíl með að hafa biskupinn á G7 Ok, nú er þetta orðið og svona. F5, já. Mér finnst þetta nokkuð góðu kostur fyrir svartan á móti þessu Já, teflir þetta bara eins og byrjunarkerfi. þetta sé svona hálfgeir pirkverð, hann kemur C4, já. Já. Þetta hefur nú kannski verið hægt að drepa og stilla sér svarta piðun upp á C6, en ég held að þetta sé líka Já. alveg þokkalegu kostur hjá Braga. Bæði gott, nú snýst þetta svolítið það verður svona benan í staða með skiptur litum. Já, sem að hvítu tekur á sig þetta bakstað veika peð á D3 en Hann drepur, já. Já, athyglisvert. Ég myndi halda hugmynd Braga væri þá að hafa riddarinn á C6 og hinn kannski á F5 Reyna að sportna við D4 framrás. mögulega. Ég er ekkert endilega viss um að þetta sé kannski besta leið svart í þessu, en þetta er svona aðeins, þetta er aðeins óhefbundið og það er kannski það sem að Braga er að tefla upp á. Hvernig er hvíturarleikin, já. Stuttur okkur sérstu leikur. Myndi svarta Já. leika henni biskup F5 eða nætti leik? Já, mér fannst biskup F5 alveg koma til greina áðan með þess að Já. Það var ekki 1, 2. af hverju ekki Núna geta svara biskup F5 kannski með hróku D. okkur D1, já, einmitt. Þetta er samt. Þetta svarta megin bara ölviðuna í stöðunni. Já, já. Já, það sem ég ætlaði að segja er að Bragi virðist svona alltaf stýra þessu aðeins frá algengustu leiðunum. Þannig að Helgi ná ekki að koma sér í eitthvað svona autopilot eins og hendar honum vel, tefla byrjunina hratt og fá traustastöður. Já, mig grunar að það sé svona hluti af gameplaninu hjá Braga. Já, Ekki hleypa honum í of svona mikla rútinu. Ég held líka að það sé bara mjög skynsamlegt hjá honum. Riddari Gunnar 5, hann ætla vantilega að flaffa þessu riddara hérna á E4-inn. Sérstaklega við stökkum við honum með H6, þá kemur riddari E4 vantilega. já, riddarinn stendur mjög vel á E4, blokkar allt og gæli við að hoppa hann á C5. Eftir aðtökum. Svo lítur hvítur alltaf að tefla upp á framrás og drottningavægnum og þvinga Bragi fram uppskiptið á biskupum og svo kannski F5 á leiðinni. F5 er mjög líklega leikur. Það er svona, Bragi er svolítið svona direkt skákmaður oft á tíðum. Já, Ef hún ná svona aktífa leiki þá er þetta leikur að þeim. En leikur B sér svona í staðinn, stoppa C5, hann kemur riddari F6 skák, nú verður hann að taka. Smá veiking á svörtureitunum. kannski var B6 óþarfa varkarni hjá honum. Já. Hann gæti alltaf svara riddari C5 með drottning C8. Svo stökka við riddaranum. Nú þarf hann aðeins að passa sig. Hvítur er hérna 2 leikjum frá því að nánast að máta okkur. Já, spurning hvort hann eigi að sveifla drottningun inn á G4 svo að ná eða sko hróku D6 og henda hvítu drottningun í burtu. Já, og Vel býður upp bara að skipti. G6, svipa hugmynd. En já, mér líst betur á þína hugmynda því að drottningin hefur þó svona auga með veikum hvítureitum og hrókanni geta tvöfaldað og Já, ef hann ekki hérna. hefði nátt sko drottning G4, hróku D6 og svo peða framrás á kongsvagnum. Já. F5 eða H5 eftir aðtökum og nú eru kannski komin í svolítið tæknilegri stöðu sem að myndi halda henda Helga, en ég held að svarti þurfi ekki að hafa neina sérstakar áhyggjur samt í þessar stöðu. Nei, Það lítur að vera bara, nú er spurning. Hún langar rosalega að íta þessu riddara með F5 en þá kemur riddari G5, hefur auga með E6. Það er kannski alltaf, kannski, já þó. já, en ég er hann ekki bara að fara að leika sko eftir riddari, já, Bakkar F2. já. Hvað var hann að fara að leika hrókur F6 og svo H6? Já, og svo riddari B4 að koma óþægilegur kannski. Já. Ok, nú er svona frekar augljóst að tvöfalda hrókana fyrir Braga, hann gerir það. Já,
Helgi kemur með kónginn hérna, ætlar að hjálpa til við að valda hennar veikleika. Kóngur hér, valda peði. Nú voru þetta orðin reyndar svona tæknistaða og kannski henta hæfileikar Helga betur í akkurat þessa stöðu. Þótt að það sé allt til með svörtu stöðuna að mínum mati. Gunnar 4. Það mátti alls ekki drepa út af E4-1 sem að svart verður að halda vald á. Dreif með peði hérna. Vill ekki gefa eftir E4-1. Já, nú kemur Helgi inn á G-línuna og Bragi kannski mætir hann þar eða loka línuna með Ritter G6, kemur líka til greina. Þetta mætt honum hérna með hrókin eða blokka eins og Björn sagði, tveir möguleikar, hann valdi þann seinni. Getur átt verið erfitt að tefla svona stöður, það er ekkert auðvitað að bæta stöðuna fyrir svartan. Þetta er svona staðar sem að má lítið gera á þess að breyta stöðunni mikið. Peðaframræðsar á miðborinu er kannski ekki alveg hentuður í augnablikinu. Nei, það breyta hann aðeins eðli stöðunar, skipt upp á léttum mönnum og... Já, en nú fyrir að vera möguleiki kannski fyrir Braga að leika peða á C5 og færa hrókan yfir á A-línuna. Já. Og Helgi sér við því og ætlar að vera fyrir til að leika A3. Hrókur á 8 máli núna til að stoppa hvítan í að losa veikleikan. Alveg rétt. Hrókur, já, C5, hinn hrókurinn fyrir vantar á A-línuna. Og Helgi þarf aðeins að passa sig af því að hrókur hér og svo hrókur hér. Hrókur C2 til að valda A2. Hvernig valdar hann A2 eftir hrókur A7? Ég held að hann gefi bara peðið. Reykir Ritter í H3 eða... Ritter H3 með humdinn? Nei, það bara dreif með skák auðvitað, já. Er þetta ekki bara að hrynja Helga? Ég syns Bragi var að taka yfir hérna og B3 peðið býður eftir dauðdaga sínum. Hann náði bara ekki að valda því að hrókurinn hefði valdað henni annar Ritteru. Það hefði einfallega komið hrókur A3 sem dreifur svo á B3 og nýtir sér leppununa. Nú spurning með E4. E4 og hrókur B2 bara. Hrókur B2, kannski taka á D4 fyrst, ég veit það ekki. Jú, það er mjög skynsamlegt. Hrókur B2 vinnur peðið með skák og... Með skák næst. Svo koma þessi peð. Já. Koma þessi leikir. Koma þessi leikir. Já, þetta var smekklegt. Ritter H4 búið. Keksunnið, Ritter H4 vinnur Rittarann, sér hann það. Ég er ekki að segja það, en veitu hvað er að gerast? Jú, hann sér það. Já, ég sé að Braga, hún er svona vaks ásmæði núna. Þetta getur verið mikilvægur sigur upp á framhaldið. Heldur betur. Mér finnst Bragi tefla þetta bara... Telta vel, vinnur með svörtu. Já. Það er sjálfstraust. Nú komast þau við stressið og nú er bara spurning hvernig hérna hann nýtir hvítumennina. Þá fáum við skák nr. 3, hvað og hverju á skjáin. Þeir eru að byrja nokkuð eða hvað? Já, menn rættuði hérna fyrir einvið að það verið mikilvægt fyrir Braga sem er svona mikill stemningsskákmaður að byrja krafti og hann verðist fyrir að gera það. Við erum komin með skák nr. 3 á skjáin og mér sýndist þetta að vera Karo-Kann vörn þar sem að Bragi drap á D5 og fór með Ritter á E5 sem er svona eitt af þessum hlíðarafbrigðum. Helgi breytir til, hann telti síkkilega vörnin fyrstu skák. Fer hún í Karo-Kann og eins og Bragi hefur nefnt að Bragi fer oft í þessa hliðarvarianta. Já, setur hérna peða á C3, þetta er kannski óhefbundi leið til að tefla þetta. Ég vil eitt með biskup á B5 en nú myndi ég halda biskupin færi frekar á Daniel 3. Hann er nokkuð góður þar að mörgu leiti. Já, getur mörgu leiti. En Bragi gefur sér tíma núna og menn svala þosta sínum með ísköldum kollab. Bragi fekk sér kollab, fekk mig til að langa líka í kollab. Já. Þannig ég ætla bara að fá með kollab. Og það er kannski ágætt að minnast á styrktaraðila mótsins sem eru Síminn, Lengjan, Ljósleiðurinn og áður nefndur kollab. Allt rétt. Biskup Davíð 3. Nú erum við konar með þessa Karlsbad stöðutípu. Já. Sjáum peðastöðu hvítsanum með 4 peðarna vinstra megin á borðinu, drottningavægnum. Á móti 2 peðum svart og svartur hefur sinn peðum að hluta hægra megin á borðinu á kóngsvægnum. Ég ætlaði einmitt að segja, leikur hann ekki bara F4 núna? Ég held að það eigi vel við það því að svartur er ekki alveg
ekki alveg búin að ná tökum á E4-reitnum, nú kannski mikilvægt fyrir hvítan að valda hann betur með drottningi E2, F3 eða rittari D2, svo svartur ná ekki að lauma rittarað þangað og styrkja hann með F5. Gerir það. Ég held að þetta sé góð útgáfa fyrir hvítan af þessum stöðutípum. Já, þetta er eins og staðin sem maður getur fengið upp í London, þá er biskupinn á F4. Maður getur ekki leikið F4. Einmitt. Þannig að það væri bara fyrir. Þannig að rittari E8 hjá Helga, hann undirbýr sig þá vantarlega íta við þessi rittara hérna, en leiðu það gerist þá þarf þetta að passa upp á ég taki hérna H7. En hann leikur hérna F5 í staðinn. Ætlar svo að koma aftur með rittarinn F6 og hérna F4. Líklega skynsamlegt að svona tekur svolítið betið úr sóknarrækjunum hvíts á Kongsvæng. En tekur líka á sig ykkur að veikleika. Já, við fáum stöðu þar sem að báður eru með velvaldaða rittara miðborn og þetta verður oft svona þungar stöðubarátur, þessar stöðutýpur. Það lítið peða gegnumbrot og mikið mannaflutninga. Já, síðast þegar ég sagði að staða hendaði Helga betur og þá teldi bara Bragi eins og herforingi og vann síðast skák. Einmitt. Ég veit ekki hvort ég á þóraði fyrir hönd Helga að segja þessi stað að henda honum betur. Ég segi það bara samt. Kannski held ég með Braga. Svokallar reversing. En það er svona, maður getur, athyglisverð ákvörðun að taka hennar biskup. Einhverja désu, þetta er svona fyrrlega ákvörðun. Drepur henni svokallar svona lélega biskup, en já, fræg skákar sem fyrr einmitt tók svona ákvörðun, en mér finnst þú nú kannski ekki alveg sambarileg hérna. Hann er nú ekki að fá neitt í staðinni, engar opna línur eða áberandi góða biskupa. Nei. Það sem maður getur kannski séð fyrir sér í þessari stöðu er að eftir að Helgi horfa með biskupinn sinn sem er uppnámi núna, þá geti Helgi farið að plana einhverja framráðs á drottningavægnum, til dæmis að leika A6 B5 og hróka B8, íta peðinu á B4, svo kvöldur minnihlutárás. Bragi væntanlega að hugsa að brjóta upp Kongsvænginn, kannski með að leika G4. Hann drepur á F4, ok. Kemur óvart, verð ég að segja. Já, þetta er örlítið óvænt. Gefur svörtur núna valda frípeð á elinunni. Þetta er með D-peði. Já. Mér fannst í flóttabræði eðlilega að drepa með hinnu, en hvað veit ég? Það fær nú hérna D-fyrir fyrir drottninguna. Já, það er auðvitað það sem hann er að sjá fyrir sér og Er hann ekki að setja upp núna í svona einhverja raðtæknistöðu? Drottning D5. Jó, ég hræddur að annar hrók á C8, hinn á B8. Hann rifjast bara upp fyrir manni skák Helga á móti Nokkuð Eras. Það sem að Helgi var með svartleita biskup og var einmitt að jöða svona, var með svona hvítreita blokkaringu og já. Það er mjög góð skák sem ég mæli með að menn sem kunna að fletta upp skákum skoði þá skák Nokkuð Eras Ólafsson. Já, en nú kemur bara kannski, ég veit ekki, A5, hrókur C4, B4, C3P verður veikt. Já, þetta er svona staða sem hugnast mér gríðarlega vera svartan. Já, ég gæti hugsað mér margt skemmtilegra en að vera með hvíta móti Helga Ólafssoni í þessari stöðu. Ég verð að segja það. Helgi með eitthvað óvæntan gest þarna hjá sér, býtu hvað? Og bandar hún frá sér. Fókus C1, já, Bragi lentur í svona smá vörn núna og er með heldur verið tíma. Við erum búin að senda hlauparinn okkar í að venda Helga hann frá Já. óvendu gesti. Það er mikilvægt að hafa hlaupara. Áttast ofta ekki á það í gamla dag þegar maður sá svona kreditin í bíómyndunum og maður alltaf svona rönnir. Hvað er það? Já. Það er bara menn sem hlaupi í verkefni, sko. Já, akkurat. Alexander Ólafur Mæ er hlauparinn okkar. Stegahár hlaupari, næstu með 2-2. Já. En nú er B4-leiðin eins og við vorum að tala og erfitt að sjá eitthvað virt plan fyrir Braga. Hann býður upp á uppskipt á biskupum. Bragi líka með munverið tíma. Já, það er ágefni fyrir hann. Ég hugsa Helgi drepa ekki að G5, hann er talsmaður þess að fara í uppskipti á eigin forsendum. Já, Bragi hristir hausinn, hann er ekki ánægður með að hafa lent í þessu. Ég held að Bragi sé mjög meðvitaður að forðast týpur af þessu tagi. Já, hann svona eiginlega lenti bara í þessu núna frekarinn.
frekar en eitthvað annað. Já. En það að gera berjast áfram, við höfum séð það áður í þessu móti að þetta ekki búið fyrir en þetta er búið. Það var að segja það. Við sáum séð bara gríðarlega sviptingar, ótrúlega hluti. sérstaklega fyrir 2 vikum í 8 manna úrslitum. Já, maður er ekki ennþá búin að jafna sig á einvígi Björns og Hannesar og það má geta þess að sigurverið þessa einvígis mun mæta Birni Þorfinnssyni í undanúrslitum mótinu. Já, það verður athyglisverð viðureign, annarkvort fáum við bræðrabildu hjá Braga og Bjössa eða að Björn verður að hefna stóra bróður. Hver veit? Er Helgi að vinna peð á C3 núna eða hvað? Með Dróning B3, Hrókur C1, Biskup A3, Biskup B4, já, þetta var skemmtileg mannúring. Já, þetta var mjög góð mannúring. En mátti ég leika Hrókur B2, Dróning C1 og Hrókur B4? Já, ok. Spurning hvort það hafi verið. Já, staðan var erfið, enga síður en þetta virðist nú vera að komast í höfn í Helga. Það má jafnvel drapa á E3, var það ekki? Gerir það. Það þegar Dróningin og 92, vinnur mann. Já, nú er bara vantanlega mát, Hrókur A3. Já. Ha? Það er mátar mannin ekki? Þú hann gefur Braga séns núna bara hvað er þetta að gera? Hann bara Hrókur A3 og það lítur að máti svona 4 max. Já, það var það. En nú er Bragi skyndilega komið með smá séns back in the game. Kannski rúmlega það vegna þess að Svo tímaði Helga. Hvað er að gerast? Helgi hann fellur. Já, hann fellur. Hann fellur á tíma á maður. Og vil ekki hafa eftir hann hvað fór fram þarna? Nei, hann hefur líka farið með einhverja góða vísu þarna. Jæja, Helgin er að jafna sig ákjara. Hann ætlaði eitthvað bara út. Það er ekki pása, við teflum þessa og svo er pása. Þetta var heldur betur óvænt. Svakalega viðstöðningur. Bragi var, bara með tapa, hann máti 4. Já. Það er einhver... En hann virðist vera undir sömu happastjörnunni og bróðans var. Já, ég held að ég myndi að segja, eitthvað sérgrein hjá þessum bræðrum að það er máti 1-4 leikjum og tapaði ekki. Á móti stórmusturum. Já. Bara hvernig er þetta hægt? Alveg magnað. Herra, Bragi stýri núna svörtumönnum og Helgi verður núna gjörsanlega að gjöra svo vel að býta frá sér. Já, 2,5, 1,5. 2,5, 2,5 er alltaf lægi. Það er alltaf lægi í hléinu. Það er svona aðeins að koma tilbaka. En spurning hvernig mótlæti fer í Helga. Það er svona, hefur stundur loðað við hann að ég er með mótlætið. Og við fáum þarna upp, nokkuð skona slavneska vörð svona með breytta leikjaröð. Helgi hingra með að leika D4, gera það kannski síðar. Þetta með hérna. Mætti kannski þetta sé svona hálf slavnesk vörð. Mikilvægt að ná sér niður. Ég svona kannast þetta kannski með svona, Seipa Lunda fara Helgi svona að þegar hlutinni fara svona aðeins að fara að leika af sér eða tapar klaufalega þá svona maður þarf eiginlega svolítið meðvitað að ná sér aftur á streik andlega sko. Svo auðvitað að fara að hugsa einhverja gamla afleiki sko. Einmitt. En mér sýnist nú Helgi bara, þetta er traust sett á pjánum. Já, ef við sáum að Bragi leika A5 aðan. Ég held að í þeirri stöðu sé leikur eins og drottning C7 eða drottning B8 jafnvel, dálítið klókur til að yfirvalda svona E5-reitin. Já, þetta mikla pressa á hana riddara. En þetta er svona ágætistak sem að Hvítur með á þessari stöðu núna, þó hann sé með svona innan gæðsalappa lélegan biskup. Já. Þá er Svartur ekki með neinn sérstök tök á E4-reitnum. Komið greina biskup B4 núna. Já, ég held að það væri alveg klóku leikur, mjög praktísku leikur. Hóttum bæði A3 og hreinlega að drepa hana á D2. Já, algjörlega samanlega það væri leiðin inn á E4 að losa sig venn og rittara. Já. Ef ekki, þá getur hann lent í svakalegri klemmu sko, ef að Helgin er að loka þessu og íta síðan G-peðina stað. Já, drottning E7, þannig að C5 sko. Nú held ég held að biskup B4 hafi verið svona
stöðulega réttu leikur. Nú kemur B4 og lokar þessari leið fyrir biskupinn. Já. Biskup C3. Nú ekki sem að það hafi verið neitt sérstætt að skjóta inn A3 því að þetta peð gæti hreinlega orðið veikleiki í einhverjum endatöflum og miðtöflum. Sammála því og nú eru menn Braga svolítið innilokaðir og... Já, Helgi, þetta er staðar sem henda Helga. Já. Er ég að reyna að dingsa Helga hérna? Hvað er í gangi? Það kemur F6, Bragi leitar að ljósinu hann fyrir biskupinn sinn og kannski allt í lagi núna Helgi með einhverjar aðgerðir á bílíunni, sjáum við. Var ekki F6 bara vel tímasettur? Bragi var að fá okkar spil? Jó, hann var að gera eitthvað í þessu. Helgi bara valtaði yfir hann, held ég. Við sáum að Bragi hefði nú kannski getað hingrað með þannig leik. Það var ekki hótun að drepa á C6 og fara með hrókinn inn á B7. Hann átti biskup H2 skák. Já. En ef hrókurinn hefði komið hérna inn en hann er kannski... Er drottningi hér og skákar af. En hann er kannski líka hugsa að sveifla drottningunni yfir á G6. Biskup B8. Nú þarf hann að passa sig, sko. Við megum ekkilega á hvítumileika E5 að þá grefst þessi biskup algjörlega lifandi. Já. Reyndar komum við hróknum kannski spilið en hann verður svona slakur líka. Þannig að verður hann ekki hreinlega að drepa á E4, er það ekki þingað? Ég held að verða að drepa á E4 og Jú, það er samt alltaf leið, bara dýtir bara E4 og svo bara plaffa riddarum á D5, er það ekki bara ágætt að svarta hann? Ég held það, því biskupinn er svo slakur á C3, jafnvel þó að E6 beðið tapist, þá heldur hann allavega einhverju lífi í stöðunni. Hann má ekki láta Helga kaffæra sig, hann hlýtur að gera sig grein fyrir því. Helgi er með rosalega tímafórskot núna, 2 mínúta fórskot á klukkunni. Það gerist ofta með tapa og vera svolítið svona reiðir að þá tefla með frá straða, sko. Já. Það er bara að ná hefna sín bara eins fljótt og hægt er. Drottningi fyrir vantarlega smá trikki. Það þarf að passa borðið í vissu stöðum. Drottningi F3 kannski óþægileg núna, eða hvað? Drottningi F3, já. Virðist mjög óþægilegur. Biskupinn á B8 er náttúrulega ekki alveg með. Það er spurning með bara biskup D2, já. Já, valda bara F4, bara drepa hann biskup alveg. Já, og valdar allar reytina, sko, og valdar þar að auki hálfringin. Já, hálfringin getur hans, hérna. Þekkt þema frá Helga. Já, Helgi mér sýnist Helgi verið að taka algjörlega yfir þessum skák aftur. Ok, E5 er góður ef hann gengur, en maður hefur einhvern tilfinningunni að sé einhver taktík í þessu fyrir hvítan, en ég er ekki að sjá hana samt. Nei. Af því að Bragi er að losa sig, já, hann kemur... Hvaða leikur er þetta? Hann kemur smá leppun. Bragi bara svo rosalega tæpar á klukkunni. Já, hann er kannski bara ná að pressa niður á klukkunni núna, mér sýnist það. Það er erfitt að finna leiki fyrir Braga. Hann leikur E4, en ennþá er biskupinn glataður á B8. Kongar hátt á þingað. Já, nú er bara eitthvað taktík, sko. Hann er bara drottning F7 til dæmis, D5 að koma. Já, drottning F7 getur bara verið killer on the spot, sko. Já, því að svörtumennir eru svo ríkalega passífur. Biskup G3, D5 getur verið leikur, það er kannski óþarfi. Drottning B7 kannski einfaldara. Já, leikur D5. Ég held að D5 hafi verið góður af því að... Já, svo hann líka, sko... Hann getur bara að dreipa á E8. Já, hann getur dreipað á E8, E5 og C6. Og máti borði og allt. Já, máti borði líka, já. Glimtu því með þess að... Já. Þetta er búið. Þannig að Helgi er að koma sér inn í þetta fyrir hlé. Gríðarlega mikilvæg sigur sem heldur góðu lífi þessu einvígi. Og ég held svona upp á spennuna að þetta sé þetta bara setilegt príðilegt. Algjörlega. Tippa á Helga fyrirfram, þannig að Bragi leiðir hérna í hálfleik. 2,5 1,5 Bragi vil og við förum í örstuð skilaboð. Kæra áhorfendur, komum aftur eftir skamma stund. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere.
Probably suicide. or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpra. Missir. Útilega. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Æska tvæs. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir að skóla! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn brotinn! Já, velkomin aftur. Við erum að fylgjast með einvígi Helga Ólafssonar og Braga Þorfinnssonar. Staðan í hálfleik, eða svo má segja. Já. 2,5, 1,5 Braga í vil. Hann byrjaði að krafti. Helgin að þess að klóri bakkan hérna í fjórðurskákinni. Bragi er búinn að komast vel á staði í þessu einvígi, má segja. Já, og mikilvægt. Við nefndum það í byrjun að hann þyrfti eiginlega að byrja vel svona til að eiga góðan séns og
stýra skákunum svolítið í sinn farveg. Hún hefur tekist það að hluta til, en hann hefur líka svona, já, hann var fastallið þriðjuskákinni, Já. tap, en að snúa því sér í vil, en teldi aðra skákina mjög vel. Einmitt. Heldur betur. Og við bíðum eftir 5. skák þeirra félaga. Það verður gaman að sjá hvernig framheldur í þessu MVI. Já, Bragi mun hafa hvítt í 5. skákinni. Hann hefur hvítt í þess að 8 tölu skákunum. Einmitt. Ég held að Helgi þurfi nú ekkert að örvenda, hann er búinn að tefla fínt mörgur leiti og ekki tapa henni skák illa, en síðustu 2 hefur hann haft yfirhöndina, klúðra annari vann hinna. Já. Svona ef hann heldur sínu leik á þess að missa fókus, að þá á hann alltaf sénsinn. Já, ég held að það sé einmitt málið. Helgi búinn að vera með ágætt tímaforskot í þessum skákum og búinn að ná að fá upp svona sína stöðutýpur. Bragi verður ekki náð að keyra yfir hann í byrjunni, kannski eins og hann stemdi að. En nú bíðum við eftir að 5. skákin hefist, hvað og hverju, það sem Bragi hefur hvítt. Já. Þeir hafa aðeins verið að breyta til í byrjunum. Helgi búinn að prófa að tefla bæði Sigilavörn og Karo Kanvörn. Já. Hann gæti átt eitthvað upp í erminni, en ég hugsa hann haldi sig við þessa byrjunum svona mestuleiti. Kemur ekki óvart, hann takir Karo Kan aftur. Já. Ég held að hann hafa alveg verið sáttu við stöðuna sem hann fekk í þriðjuskákinni, þótt hann hafa tapað henni. Sammála því. Já, hann var bara í spila Braga og misti þráðinn, átti mát líklega í nokkrum leikjum og datt í endatapar sem hann féll á tíma. Einmitt. Og ég spáði því að hann snæri fram allíkinsvörn ef að áþrá halda. Já. Já, heyrðu það fyrst hér. Nú? Já. Er það eitthvað leiknivopn í Helga? Gæti gest. Staðan 2,5, 1,5 Bragi vil og minnum á það að sá sem er fyrstur að fara yfir 5 vinninga í þessu MV, hann er sigurvegari, verði jafnt 5-5, þá fáum við Bræðrabannaskák og við einu sinni lent í því. Já. Það var í MV Hilmis Freys og Alexander Domalchuk sem við fengum ótrúlega spennu. Heldur betur. Spurning hvort að við sjáum það aftur í kvöld. Nú eru ekki komin á stað. Sjá hérna. Jú, hérna hún komin, loksins. Og við fáum þetta upp, já. Og mér sýnist að það hafa verið rætt yfir þetta Bragi hvítt, þetta var sem B3. Bragi sem bara breytir út af, hann geymir kongsbæðið. Það er svona börnsbyrjun, B3 og F4. Leikurinn D4. Og enn og aftur fáum við hérna baráttum þessi reyti hérna 2. Já. Einmitt. Og hér er sko Helgi að leika A5 og er að gæla við að íta þessu peði eitthvað áfram. Bragi, já, fer svona hægara stað með tíman. Helgi aftur mjög hraður. Ég hugsa að Helgi leiki núna A4. Já, ok. Og svo er B4 með B5 og Já, hann gerir það ekki. Það vantalega hefði Bragi bara látið A4 standa. Já. Róka, eitthvað slitt. Hann rókar. Helgi teflir aðeins hraðar eins og hann hefur gert. Það er ekki biskupinn svona hálfparti 4 hérna á F3 hjá hvítum. Ekki nema teflir þetta með C4 eitthvað slíkt. Já, ætla þurfi ekki að skipta yfir það núna, reyna að opna teflið aðeins fyrir biskupina. C5 var áhugaleikur í Helga, hann svona breytti aðeins út af því sem maður hefði átt von á, kannski frekar. Greiðlega trausta á svart og nú reynir Bragi eins og Ingvar nefndi að opna taflið fyrir biskupin á F3. Hvítur hókur kemur á C1 og verði einhver uppskipt á miðborðinu, þá lifnar aðeins yfir biskupinu. Já. Er C3 D4 leikur eða ég þarf að vera með biskup líklega? Já, maður getur alveg trúa að Braga bara að gefa peðu á F4 og freista þess að fá eitthvað frumkvæði. Já. Það er svona hans stíl, en Róku C1 virkar eðlulega leikur á hvítt núna. Þetta er bara D5 fyrst, alltaf væntalega svo að leppa þetta peð á sílínunni. Já, maður myndi að halda það. Helgi gefur sér smá tíma núna, er hann að... Já, spáði þetta myrtara, nei, hann er með peði og Róku C1 kemur að Bragi. Og hvað þá, B6 eða... Nei, drottning B6. B6 fyrir á leppunni. Gæli kannski við að leika A4. Nú eða C4. Nýta þess að leppinina. Já, smá pressa Braga núna með hvort hann er að leyfa það eða ekki.
Gefur sér tíma núna, Helgi með 2.08 og Bragi komið niður fyrir 1.5. Þetta svona þróast á svipaðan hátt og hefur gerst í fyrir skákum. Helgi fljótari, Hrókur 8 hann geymir þessar peðaframrásið sínar. Kannski erfitt að finna eitthvað augljóst plan núna fyrir Braga, hann leikur E4. Vittunum við, áttum ekki alveg á hvort Bragi var ánæður eða ósáttur með þetta. Það eins og að sé að peppa sjálfan sig upp. En ef við hugsaum þetta bara svona út frá mönnunum og borðinu, hann búinn að koma með kongnum hérna í skjóla H1 og hann með biskupparið og búinn að rífa stöðuna þessu upp. Ætti þetta ekki að vera bara í fínu lagi að hvít? Jú, ég myndi að halda það og líka bara ágætt fyrir menn að hafa það í huga þegar hafa biskupparið að skipti kannski ekkert öllu máli þó að eitt peð fari í hafið, sko. Biskuparnir eiga vegu upp á móti, sérstaklega þeir hafa, ef að taflið opið og þeir hafa eitthvað pláss. Já. Eins og við sjáum núna og það var það sem ég að segja, ef að jafnvel þó að Helgi leiki A4 eða eitthvað og Bragi tapir einu peði þá fara samt eitthvað færi. Biskupar fyrir F6 og hér á móti það er oft leið til að tefla á móti biskupparinu að reyna að ná uppskipti á einum af þessi biskupum. Smá vesen núna, það er hún hérna á E4. Já, við gætum fengið einhverja flækju núna eftir kannski biskup F5. Hvað gerast í því? Hér. Biskup finnur 5, setur hann að rittara hérna. Með hugmyndin að drepa síðan og drepa svo C5 í kjálfarið. Gætum við ekki biskup F5 hróku D8 og þá var Bragi mættilega að hugsa hvað gerist eftir öllu uppskiptin. Já. Sýnist það nú vera Helga í hagur þetta. Það leikur drottning Davíð 3 sem valda biskupin. Gæli við einhvers konar drápinu hásumeskák. En spurning hvort að svartur vilji bara skipta hérna upp og taka á D4, leifunum að drepa hásu eða hvað. Það verður stöður ágætis kostur, já. Sétur upp D4 og þá eru jafnvel farin að hóta að henda rónum minna E3 og eitthvað slíkt. Þetta er C5. Tekum við biskup, já. Já, allir kóngurinn feilir sig ekki á F8 reitnum. Hann gerir það. Til að lenda ekki ykkur í vesininn á hálínunni, til dæmis eftir drottning H3. Virðist vera örgurinn að fatta. Hvítur á enga góða leið til að koma ykkur svona skálinumanni hér. Hann á bara eitt skálinumann, það er drottningin. Já, mitt. Og nú kemur smá frumkvæði. Já. Hjá Helga, hrókur E3 og Bragi er komin undir 20 sekundur. Sjá með Helgi lokar á allt, drottning D1, hann kannski var að gæla með að komast með drottninguna H5, Helgi bara lokar á allt mótspil strax, mér finnst þetta að vera færast í svona raðtækni farveg sem Helgi er svo góður í, loka mótspil, bæta stöðuna jafnt og þétt, læmi betra að virka með en gott frípeð. Já, einmitt. Og betri tíma. Spurning hvort hann færi með hennar rittara á D5 jafnvel. Já. Hefur það auðvitað hérna með tveimur peðum. Já, hann ítir bara peðinu, já. Óhrættur. Mér finnst þetta að vera að fara að líta ískikkilega út fyrir Braga. Við sjáum eftir leik eins og G6. Ef að biskupin fer og kemist rittarinn jafnvel inn á E4. Það leikur hrókur E2. Peði kemst alltaf á D2. Ok. Það loftar út. Já, mér sýnist óumflýjanlegt að Helgi sé hérna jafna leikana í 2,5. Já, það er að fara að líta út fyrir það. Drottning E3, já. Ok, þetta er nú ekki búið alveg. Bragi fer með drottningurinn á C7. Og er búin að ná honum aðeins niður á klukkunni. Já, ef að Bragi er að halda tempóinu núna og geta hann sett Helga undir töluvera pressu. Biskup C2 reynir að blokka hennan. Þannig að D1, rittarinn kemur inn að 1,4, hóttur núna á G3, valdar það með kongnum, rittarinn C3 ætti að vera leikur, já. Bragi reynir að hanga á þessu, en virðist ekki vera að finna leik hérna.
dróning F3 má Já, drepa já, allt og vekja upp og, já. hann hristir hausinn, þetta er búið. Hann er að valda beisinn. Já, það er engin sérstök hætta þarna. Nei, Ritter er að fara D5 Já, Helgi er að jafna hérna, 2,5, 2,5. Það er ekkert sem getur komið í veg fyrir það, sýnist mér. Og það er bara frábært fyrir áhorfendur að fá jafnt og spennandi einvígi. Já, og nú er spurning hver grípur gæsina. Nú er hver skák mikilvæg. Já, nú má bara ég ekki láta þetta slása út af læginu. Hann sjá hann er að hrista hausinn á það, hann er óánægð með þetta. En Já, bara ég má nú alveg gefa þetta, ég ekki nú ekki alveg hvað hann að já, hann gerir það tefla núna. upp á. Lítur að gera það núna. Já, loksins Helgi jafnar leikana, 2,5, 2,5. Og þá fær Helgi hvítt í næstu skák. Staðan jöfn, 2,5, 2,5. Og Bragi virðist vera að gíra sig upp. Helgi við bröðu sér aðeins frá þarna. Hvað aðeins að tægja úr sér? Já, mikilvægt að hérna, stífningu upp þarna í stólnum. Helgi tillir sér og hættu nú að fara að hefja næstu skák. Mikilvæg skák, Helgi hefur hvítt og heldur treyðið Ritter 5-3. Og Bragi, já, hann teflar aldrei eins. Já, hann breytir út af frá því áðan. Já, ég er nú bara að vilja sjá hann tefla eins og í hérna fyrstu skákinni, mér finnst hann bara að fá fína stöðu. Nei, þessi standardar skákinni, þegar hann vann. Já, hann fekk fína stöðu, hann fór með biskupin á G7 og tók yfir miðborðið þannig. Nú getum við endað í einhvers konar brottgaltastöðu sem að Já, með Helgi við telti enn og tvisvar aftur, áður. þá er það eitthvað sem ég held að hendi Helga betur. Já, ég myndi nú halda það og D4 kemur núna, já. Já, ég held að þetta sé ekki, ég hefði nú telt hitt, en að því sögðu, þetta er nú ekki allt í lagi svo sem. En mér finnst þetta Já, ég er alveg sammálaður. Þetta er svona, eins og segir, staða sem að myndi henda Helga betur en Braga, myndi ég halda svona með skákstíl þeirra beggja. kemur H6. Ég man nú eftir ég að fyrir löngu síðan að hafa stúdera svipaða stöður með Helga og hafa með mjög svona skýrar hugmyndir hvítustöðuna í þessu. Já. Ég stakk á einhverjum tímabóti upp á einhverjum D5-leik fyrir svartan og Helgi slóð það algjörlega út af borðinu. Svartur er bara með tapandi þennan leik. Okay. Þannig að hann býr nú til smá ójafnvægi hann. Þetta var áhugavert, já. C3, kannski þetta er bara allt í lagi. Helgi tekur á sig tvípið á C-línunni og Bragi fær bara mjög góða rittar á C5-rétnum. Já. Valdar kom ykkur óhljóð, veit ég hvort þetta var og við vorum að gera eitthvað en sem hann Valdar hérna bakstæða peðið sitt á D7. Já, rittara stendur vel á C5. Við vorum kannski að ofmæra, ef það er orð, ofmæra Helga í þessum stöðum. Nú var það uppskipti sem að létta aðeins á stöðunni og spurning hvort að Bragi fari með Er ekki bara fínst það bara? Bara með rók á C-línuna og kannski aðeins að hafa gætur á þessu D7-peði en hérna en þetta tvípið á C-línunni hlýtur að vega aldrei þungt. Bragi með örlítið betur tíma andrið þessu vant. Ég ætla að segja maður ekki bara leggja dróning C7 eitthvað að því. Ég held að sé ekkert að því. Bragi verðist geta verið nokkuð ánægð með útkoman úr byrjuninni. Já, það er einmitt eitthvað. Já, það er einmitt, við mistum báðar að þessu. En býtum við. Þetta er endur ekki... Býtu. Já, ok. Þetta er endur ekkert svo slæmt, eða hvað? Ef ég drepa F4, D7 og hrókur F7-8. Já, hann gerir þetta svona, já. Fær mótspil á C-línunni. Já, hann hefði kannski átt að leika dróning C8 B7 fyrir ekkar en dróning C7 eða hvað. Já, hugsanlega. Það var að senda að spá í því núna. Það var að senda að hugsa það. Það þarf að spá í stöðuna sem er á borðinu. Já, ég vildi fara með hrók strax á C8 og
tvöfald að þannig. Mhm. En eins og segir, þetta er nú kannski alveg Holdebar. alveg þólanlegt fyrir svartan. Já, já. Það er mótspilar á sílinni og spurningin er, já. Já, og hvað gerist það dreipur núna? Það er góð spurning. Bragi gefur sér tíma í þetta. Einfaldast ekki bara taflið og skákar á D8 og fyrir á D7 vantarlega eða hvað? Já, kongur kemur inn á G6. C3-peðið fellur kannski í staðinn fyrir A-peðið og erum við bara að fara að sjá Það væri svona jafnteflislegt. í jafntefli Já. í anda heimspekamótsins. Svona það sem að báði keppendur koma með sundfötta skákstað. Já, ok. Er það ekki bara þetta tap í dag? Jó, ég hugsa það. Það verður alltaf Tap á grunslegt. báða? Já, báði kemur með sundfötin. Já, þetta er ekki mest spennandi skákinni sem við það sem af er. Nei, en já, Bragi hlýtur að með að vera sáttur að halda hérna svona nokkuð örugt með svörtu. Já, og þeir semja strax bara staðan 3-3 Og eftir 6. já, þá fá Bragi hvítt og enn tegir Helgi úr sér. Það verðist vera með þetta það að halda blóðflæðinu góðu. Menn hafa lent í vandræðum hérna þegar Og stífur. já, þegar líður á einvígin í síðustu skákunum að menn eru orðnir lúnir en Já. þá snara Bragi fram drottningapeðinu Það er Jópa á London, já. og fer í mjög líklega Jópa-London. Það er ekki óvart að Helgi líki A6 ég með allt á hreinu hérna. Já, hann gerir það og við sáum þá einmitt mætast þá félaga í hvort það var ekki Arion bankamótið. Þá hafði Bragi einmitt hvítt á Helga og þeir teldu sem við byrjun á Helgi léka A6, E6, B5, C5 mjög snemma Já. og teldi mjög góða skák gegn Braga þannig. Þetta er svona eina af þessum nýlegu leiðum gegn Jópa á London sem menn hafa beitt með góðum árangri. Nú síðast Ívan Sokolov á Evrópukefni Tappfélag þar sem hann vann einmitt gegn Íslandingi, Óskari Bjarnarsinni. Já, einmitt. Svona miniatúrskák, stuttarskák. Það sem er klókt við þessa uppstillingu hjá svörtum er að hann býður yfirleitt með að hróka stutt Já. og það sem að plan hvíts snýst svolítið að búa til einhverjar sóknaragerðir mjög snemma þá Býtu fyrir átt með drottningunni eitthvað flan hérna. já, íti G-peðinu sín oft en ef að svartur er ekki búin að taka henni ákvörðu með kongi sinn þá svona verðist tappmennska hvíts svolítið vera út í loftið bara Já. í byrjuninni. Þannig kemur þessi G4 leikur. Ég held að svörtum sé bara alveg sama sko. Það er bara D4. Já, þetta er klókt plan fyrir svartan, ég ætlaði að mynda að segja að leika biskup B4 í þessu og Einhver trigger þegar að leikur G4 að já, fara í þetta. leika biskup B4 það er nú svona vinsælt. Reyndar vinsællega kannski með annari leikjöru þar sem að svartur er ekki búin að leika C5 einmar rétt en kemur kannski svipaðansteinir. Ok, það fyrir strax með rittarinn á E4. Ég hef kannski átt von á einhverjum öðrum leikjum þetta fyrr. Já. Sámur svartur er ekki alveg búin að þróa stöðuna sín á drottningavegnum en Helgi strax búin að setja pressu á C3-rittarinn. Það spurning hvernig Bragi bregst við hérna. Drottningi fyrir D3. Getur leikið til dæmis biskup Bjarni 7 vantarlega. Valdar E4-rittarinn. Og Bragi hrókar. Þá var engin leppar lengur, þannig að Helgi þarf að taka ákvörðun með spennuna milli rittarana og C3 og E4. Já, það geti alveg komið sterklega til greina fyrir Helga bara að drepa á C3 núna með rittar og harfa með biskupinn. Já. Annars leikur Bragi rittar E2 og C3 sjálfur kannski. Kemur til greina að drepa með biskup að leika rittar D6. Já, þess vegna, ná tökum á stöðunni þannig. Það er alveg klárlega. Það er kannski möguleiki fyrir, já eins og segir, ef hann drepa svona þá kannski möguleiki fyrir Braga að reyna að brjóta þetta upp með að leika A4. Já. Mögulega.
vegna þess að ef Bragi gerir Er ekki F6 hótun? F6 hótun núna, jú. Var hann ekki að leika biskup G3 eitthvað Það slíkt? er rétt, hann þarf að eyða tími í það, já. Helgi Hrókar. En já, hvernig er þetta? Hann leikur af 4. Það er að kaup. Drottningavengurinn opnast aðeins. Hverjum er það í hag? Er þetta kannski ágætt fyrir Braga eða hvað? Það getur lent í vandræðum á sílunum reyndar. Hann gæti gert það, já. Ekki ósvipað að hann spila á sílunum og hann fekk sjálfur áðan gegn tvípið á sílunni. Nú verðist hann náttúrulega vera hinum með borðið. Unnu 6. Rittarinn á nú ekki marga góða riti. Það er F3. Kemst ég loksins út með drottningarittarinn, ekki strax. Allar með biskupinn á... Nei, hann kemst ekki á BF strax. Helgi er svona við það að ná tangarhaldastöðunni Já, ef hann að blokkara þessa hvítureiti þannig með rittari D7, B6, biskup B5, eitthvað slíkt. já, hann má ekki leika biskup BF strax. Það er einfallega tekið og 9 á 8. Já, það er svona... Ha? Nei. Nei, Helgi. Uss. Nú er Helgi óanægð með sjálf sem leikur af sem manni. Við sáum að ef Helgi dreipur tilbaka þá fellur Hrókurinn á... Þetta var svakalegt, sko. Hann var alveg með allan fókus á að ná að pinna stöðuna niður. Já, Bara gleymdi sér. biskup B5 var náttúrulega þetta rétti leikurinn í stöðunni til þess að ná tökum á C4 reitnum en taktikinn... En nær Bragi að höggva fyrst og er komin 4-3 yfir. Vá. Það er 2 skákum þar sem að Bragi hefur verið ögn-heppinn, við sáum hann áðan nánast verða mát. Já, ég fullir það mátt í svona 4. Já, það var bara mát. Já, ég sammála því. Ég var ekki búin að sjá það. Það var eitthvað Já, það var mátt. drótning af 3-3. Já. Og nú vinnur Bragi mann. Já, nú fer hann í grunnföldin aftur. Já, vinnur mann þannig. Já, bara í miðtafli sem að kannski aðeins betur á svartan en ekkert tapa. Nei, nóg eftir. Nógu eftir, en svona ódýr vinningur. Við erum saman á það. Og þá er Bragi komið 4 vinninga og nálgast markið að komast yfir 5 vinninga og vinna þetta einvígi. Helgi fer í... Hér er komið alveg bara stór séns á borðið að við séum að fara að fá Armageddon, mögulega. Mögulega Armageddon, já. Það er rétt. Ég sé alveg fyrir mér þess að þrjáskáki fara 2-1 fyrir Helga. Það er rétt. Helgi með 2 hvíta. Og svo verðum við með fyrirkomulagið í bráðabanna Armageddon eins og við kallum það. Ef einvígi fyrir 5-5 þá fáum við eina skák þar sem að hvíti fær meiri tíma en þarf að vinna svartundi og jafntefli til þess að vinna einvígið. Já. Sáum að Bragi var að leika þarna síðast rittari D4. Góðu leikur í þessum stöðutypum og gæti fyllt í eftir með að setja peðisitt á C6 setna ef hann þarf til að halda drottningavengnum tröstum. Hvítur svona bindur svolítið vonið við að C5 ritt getur verið góð rittu fyrir rittaran. En ég held að svarta megin nú bara nokkuð vel við unnið hérna. Já, ég held að þetta sé ekkert sérstaklega svona krefjandi tapmennska hjá Helga fyrir Braga. Akkurat í þessari línu Bragi virðist þegar marga góða kosti núna. Spurning hvort hann íti A-peðinu sína eitthvað að stað og reyna að ná tökum á reitum og drottningavengnum. Eitthvað svona. Býtum nú við. Ok, hann fyrir með biskupin á E6 og hvernig ætlar hann þá að svara? Við Helgi vantaði bara að fá sér hressingu. Já. Hvernig ætlar hann að svara rittari C5 í þessa stöðu? Áttum ekki á því. Við viljum vantaði ekki gefa hennar biskup. Svo glatt. Nei, ég myndi nú svona helst Ok, verið já, að það. forðast að við varum með Já, svart en ok. þetta ok. En tekur Helgi á E6? Já, það er svo aftur önnur spurning. Maður hefði haldið að það veri... Ég myndi fara með hann að biskup á D5 ef ég fengi tækifæri til Já. þess en hann drepur. Já, ég hefði haldið að það veri stöðulega rétt. H4. Undirbyr, mögulega einhver pota H5. Biskup H3 eftir aðtökum.
Bragi með trausta stöðu en kannski svolítið aðgerðalaus. Já, Erfitt að sjá eitthvað. hann ætla vantilega að tróða þessum hrókum á eilínuna og setja pressa á þetta peð en já, Ritter G5 fyrir svo E4 og eiginlega ítur á refresh þarna á þessu C5-leit og setur annar Ritter að þanga. Já, einmitt. Það er það sem er óþægilegt fyrir svartan í þessu. Það er Rittarinn fyrir á C5 og hvíta BP-ið fyrir að stað. Já, Það er skálinn að opnast fyrir biskupinn. geti ná svona pressu. Ég er svolítið að lendi í þessi svartrittar biskup er svona hálf atvinnulaus og svartum. Já, það er rétt. Nú byrjar Helgi með svona ákveðið potana. Já, kemur potið góða. Og þetta er oft sniðugur leikir. Svartum má alls ekki veikja peðastöðuna mikið með því að drepa hérna og hann getur eftir aðtökum einhvern tímann ítt þessu peði. Það getur verið óþægilegt. Veikjar hann borði hjá svartum í framtíðinni. Og hann sá að Bragi hrista aðeins hausinn. Svo hátur upp að Gesas líka bara ágætisleikur upp á að Já, veikja skóngstöðuna. Kongur svo geta G2 kemur. Já, Þetta er bara rútína fyrir Helga. rútínu staða. Enn og aftur finnst mér Helgi verið ná stöðu það sem að ég myndi veðja frekar á hann en veðmál hafa hann ekki gengið upp kvöld svona. Jafn ofta maður hefði haldið. Já, ekki þannig sko. Rittarinn getur verið á C5 ef hann vill. Gerir það. Og ég hugsa að Helgi fylgi eftir kannski bara með að leika B4. Hvað heldur hann að geri? Haldi bara pressinu, spennunu vildi ég setja með hápeðinu. Já, ég myndi alltaf það. Myndi skjóta það. En kannski dreipur fyrstuleikur svo B4. Það er líka alveg inn í myndinni. Allavega Helgi kom með ágættis tímafáskott. Hann dreif bara Gesas, ok. Já. Hefur kannski haldið að talið að hásaspeði yrði veikt ef hann nýtir í þangað eða hvað. Má vera. Helgi býr upp á uppskipta drottningum. Ég átti nú ekkert endilega að vona þessu leik. En mér fannst eins og Svarti getið dreipið að leikja biskup H6. Það var óþægilegt. Já, Hann gerir það ekki. Kannski var kongur kannski G3. bara valdar með kongur G3 Já. þetta peð hérna. Kannski var það bara yfirbúrskettuleikur biskup H6. En við sáum að Helgi er hrifinn af drottningarúrskiptum og vill stýra þessu Það kemur kongurinn. yfir í einhverja tæknilega stöðu typu þannig. Mér finnst orðið svona erfiðari fyrir svartan að leika. Já, ég sammála því. Svarti þarf að ágjöra drottningavagnum sínum. En kannski er þetta allt í lagi en eins og þú segir það er að finna einhverja augljósa leiki samt. En Helgi það líka að passa sig, þú veist ef hann fyrir að snemma stað með BP þá er hann að veikja þennan síðröðin. Alveg klárlega, já. Hann gefur svolítið eftir. Svolítið að vanda sig, en enn og aftur er Helgi með rosalega gott tímafáskot sem getur skipt máli. Bragi hristir aðeins hausinn. Ætlar hann að leika kongur G7, er hann að leitast eftir uppskiptum? Okkur H8. Helgi tekur sér smá tíma núna. En samt með gríðarlega tímafáskot. Nánast mínútu tímafáskot sem er mikið með þessum tímaförkum G5 hjá Braga. Reynir aðeins að opna þetta upp og svona gefa Svartidabiskunum aðeins svona meira verkefni en hann getur líka þurft að passa sig. Já, þetta er áhuga. Ef kongur F2 verður lögleg núna þá er Svartun svolítið vandræði með konginn. Báðir kongarnir á furðulegum stað núna. Helgi finnur sínum kongur skjól hérna G2 bakur hókinn. Já. Bragi með lítið tíma fyrir antalið kaupin. Biskup C, er það eitthvað leikur? Það er að býja þetta, passíft en ætlar vantilega að svara hrókudröpur E5 hrókudröpur D5 með biskup E5. Biskup B8, þetta var svolítið spesleikur. Já. Helgi heldur með hann með náleikur G8 og þá fyrir Bragi tilbaka aftur. Já, hvað er að gerast í þessu? Helgi er að koma hlið þarna, okkur A7 kannski. Það er leikur. Og B5, þá er náttúrulega hún í A6, er þetta ekki alltaf hreinja núna? Jó, ég hættur að hótar að drepa D5, það er maður í hafið. Þannig að leika hann í lasir. P á C6 í hafið. Það getur bara að drepa á D5 eða ekki?
Jú, það er bara heilt kall. Já, þetta fór bara á punktunum hana. Alltaf aðeins erfiðari staða. Kannski hægt að halda henni en já, með hennar tíma þá var það nánast vitavonlaust. Já. Helgi jafna metin. 4-4. Vá. Já, hann virtist vera nóg fyrir Helga að komast bara í þessa tæknilegu stöðu án drottningana, bara í svona án nokkur spils. Já. 6 á tíman og þetta var svona akkurat eins og Helgi hefði lagt þetta upp bara. Já, en nú reynir aðeins úthaldið. Helgi er svona, já, spurning hvernig það er. Já, heldur betur. Við höfum séð þetta áður eins og vorum að tala áðan í þessum einvíum að þegar að fara að nálgast lokin, þá fara menn að gera fleiri mistök. Já, hann er svo þreytu. Skelfileg mistök síðast. Og þá fáum við, leita bara í smiðju bróðursins með biskup G5? Nei, fyrir C4, bara hefbundið. Og biskup G5, já. Þá fáum við kannski nokkuð skonar hefbundið drottningabræð eftir E3. Já, snýst yfir í. Ætlar Bragi reyna að fara í eitthvað svona G4 háfjöplön? Já, ég myndi halda það. Ég var tilbúin að leggja tölvust undir á það. Já. Það mér að segja, geimi riddarinn á B1 mér að segja. Já. Ok, Helgi ræðist strax frá mjög klassíst að svara Framrás út á kanti með því að sprengja upp á miðborðinu. Og það sem Svartur hefur 2 biskupa, það var bara mjög rökrætt líka. Já, við sjáum að þessi H4-leikur hjá Braga, ef að Bragi hefði núna tíma til þess að leika G4 og G5 og opna hálínuna, þá yrði Helgi mát. En Helgi á þetta marga leiki til þess að svara þessu. Hann getur bæði látið þetta vera eða leiki kannski G6 og harfa með biskupin og G7. G6 er mjög klassisk leið. Og leika bara hér og já, bakka bara á reytin á G7 fyrir biskupin. Og það er líka þannig í svona stöðum að það vantar svartherðarbiskupin hjá hvítum, þannig að já. Með við jafnvel opna G-línuna, bara drepa G5 biskup G7 og þá er maður eiginlega aldrei mát bara ef við opnum F8-reitin. Biskupin mjög trausti varnarmaður á G7. Vantar oft svartherðarbiskupin í hvítusóknina. Þá kannski spurning hvort að Bragi hingri með hennan G5-leik og klári kannski bara liðskipunum sína og hann verður undir hann á miðborðinu. Já, hann þarf að passa sig. Hann leikur G5 samt, já. Já. Ok. Svo spurning hvort það með í Apple. Glannalegt að drepa þetta, en Helgi bara treðið biskupin á G7 þar sem hann stendur vel. Já, ég held að það sé praktísk góð ákvörðun. Tölvurnar hefur kannski drepað á G5. Já, mögulega. En nú það Bragi vanda sig. Já, ef að riddarinn kemur á C6, þá er Svartur rosa fljótur að fá spil í svona stöðu og það gæti einmitt orðið Svartur sem fær hættulega sókn á endanum. Já, hann málið. Þetta er hérna komið hrókur sélinn og það er alls konar menn sem vil ekki vera þar í skotlínunni. Því þó að hvítu sé búin að opna hálíuna, það vantar einhvern veginn svona einhvern slagkraft í hvítu stöðuna. Já, það tekur mikið tíma að koma mönnum á hálínuna, koma drottningunni einhvern veginn yfir, kannski eitthvað svona. Við sjáum að þetta tekur marga leiki og er ekkert mát. Hrókur E8, drottningin kemur á H7, það er ekkert mát. Þannig að hvítu þarf mikið að leikjum til að fara að hóta einhverju. Sjáum við að Helgi er tilbúin að gefa peð á D5 fyrir góða liðskipan, hrók á C8. Já, líka ef við opnum að snemma hérna. Ef við drefum á D5, alltaf Svartur dref með EP, þá losnar svolítið minna biskup hérna F5 með G4, svona hættulegi reitir. Já, ég held að það væri bara búið ef að Helgi fengi að gera það. Ég er ekkert viss, erfiðara fyrir hvítan að tefla enn og aftur, finnst mér. Drottning D2, ok, hann hefur vantalega auga með að mann vera drottningun einhvern veginn á hálínuna. Það hlýtur að vera hugmyndin hjá honum. Já, hann verður að gera eitthvað. D3 með C4. Ég skal láta standa, leika hann ekki bara drottning F4, reynir svo að reynir að töfra eitthvað fram. Já, töfra eitthvað fram, leika D5 með eitthvað búndi. Mitt. Það er þetta reitt trikk í þessu, ef ég næ hérna, segjum að leiki drottning F4 og drottningi fara eitthvað út, ef ég næ svona að tvöfalda, að þá er drottning F6 oft skemmtilegt trikk að við með hrókan og tvöfalda á hálínunni. Nær völdum á H8-reitnum þannig. Já, en það er svolítið langt í það. Hef tíma til að fórna þarna drottningun á F6, ef ég verður með hrókan og tvöfalda.
til dæmis þessari stöðu ef hrókurinn verður tvöfaldar, þá vinnur drottning F6. Einmitt. Riddari E7 virðist vera góður leikur hjá Helga, hann opna leið fyrir riddarinn inn á D5 eða F5 og Bragi svarar með riddari E5 og þessi riddari getur verið að fara á G4 mögulega. Mér finnst staðan hafa skánað, eða svona sóknar mögulegnir hjá Braga hættulegri sem þýðir að Helgi þarf að eyða tíma í að passa vörðina og þessi riddari orðnir ansi hættulegir. Já. Hvað með leika svo drottning H2 núna, hóta bara móti, hrókur E8 og D5, bara opna allt. Er það ekki stór hættulegt? Já, reyndar voni á G5 með skák, en það er samt spurning hvort að það sé Hvort ég megi það? F4, drottningin er að fara að hálínuna. Leikur riddarinn 4. Það er allt í einu komið smá sprengikraftur í þetta, eins og segir. Ok, hvað gerist nú ef hann hrókur E8 dugur ennþá? Já. Ef hann tvöfaldar á hálínunni. Tíminn er orðið svolítið tæpur hjá Braga. Já, enn og aftur er bara að lenda undir 20 sekundunum og þá er hann svolítið að missa tökin á stöðunum. En F3, þetta er lúmskóleikur líka, hann leikur C3, já. Hrókur D2, H2 var allt í einu orðið svona skemmtileg hugmynd. Tekur tilbaka með riddara. Hvað er að gerast núna? Helgi virðist jafna peðum. Helgi virðist hafa smá tíma núna til að virkja mennun á drottningagnum, hrókur C8. Leikur strax kongur B1. Orðið varum sig á klukkunni. Biskup Davíð 5. Drottning A5 kannski koma í einhverjum stöðum. Já, mest svartu vera Ok, Bragi heldur möguleikanum opnum að skáka á F6 ef að svarta drottningin fer eitthvað. En riddarinn á F5 er samt góður sko, því hann valdar sko G7. Ég ætlaði að segja, ég hróti upp sér þrjú hugmynd. Og Bragi fer á flakk með kongin. Vá, hvernig endaði þetta? Hvað gerir Helgi? Tekur hann á A2 eða á hann eitthvað enn betra? Og C8 bara, já. Já, þessi er óþægilegur. Þetta er svakalega óþægilegt að fá þessi með þennan tíma, en nú það Bragi bara 2 leiki til að máta, en Helgi verðist vera aðeins á undan. Já, þetta er stórhættulegt. Það er Ronny á A2, það er Ronny á C3, hann bakkar með drottninguna. En hvað er að gerast eftir drottningur á A2? Hann verður að fara kongin á C. Já, má ekki. G3 og biskup C4. En má hann sleppa á E4? Sleppa á E4. Hvað er þetta? Nei. Ok, Helgi á þráskak núna, en hann vill eitthvað meira. Bragi hlýtur að vera mát. Já, ef hann fyrir D3 núna, þá hefði komið biskup C4, drottning C6, drottning D6 skák. Það hlýtur að vera eitthvað mát. D3, já, nú alltaf mikið að liða að falla. Já, og Bragi tæpur á tíma. Já, ekki sáttur þarna og Helgi nær í mikilvæga sigur kemur sér í 5-4. Spennandi skák, mann fannst svona, ég hef á tilfengjum að Bragi hef átt séns. Já, séns. Já. Það hafi verið eitthvað í þessu, en spennandi skák. Heldur betur, 5-4, nú verður Bragi að vinna til að jafna og komast í bráðabanna. Já, en slæmið fréttirnar er að Helgi er með hvítt. Já, það har nú ekkert verið talin eitt sérstaklega auðvelt að vinna Helga með svörtu. Nei. Að Bragi gefur sér góðan tíma til þess að velja byrjun. Eitthvað D5 núna. Það kemur E3. Við teldu þetta í hennar fjórðaskákinni, hefur maður rétt. Já. Þá fór Bragi snemma með biskupin á G4, en nú hefur hann á C8. Ég held að Bragi ætti að passa sér núna að tefla aðeins hraðar heldur en hann hefur að gera. Já, hann hefur eiginlega í öllum skákunum verið með verið tíma og í miklu tíma ekki. Já, hann hefur alveg verið inn í öllum skákunum einhvern veginn, en það hefur verið tíminn sem hefur verið að skemma fyrir honum. Já. Þetta er svona einhvers konar svipað aðan svona hálfgerð hálfslæðnusk vörn eða jafnvel tarrasvörn fyrir eftir hvað Bragi gerir við C-piðið sitt. Já, hann leikur B6. Ætlar þá vantarlega að stilla upp í svona hálfgerðan kolli með skiptilitum, hryttarinn fyrir 1-4. Ætlar kannski að stegja við hann með F5, gerir það.
Já, ég ætla að spá því að Helgi fari bara með riddara á E5 svipað hann hefur að gera í þessum stöðutípum. Bara langar að gera eitthvað á Kongsvang ef ég þekki rétt, en það ekki alveg tímabært. Já, ég hugsa Helgi bara leiki F4. Nei, ok, kemur C5, þá kannski leikur hann ekki F4, drepur kannski bara D7 og teflir á móti miðbúrspeðanum með svörtum. Já, það getur orðið svolítið losaralegt á svörtum, svona að mér finnst alltaf erfiðar að tefla með peðin. Kannski meira krefandi, já. Já. Bara ég er að taka ákvörðun, vill hann drepa D2 eða hreinlega hörfa. Og enn og aftur tekur Bragi sér kannski full mikið tíma í fyrirhugleikin á miðtablið. Sammála því. Hann er valla að hugsa um einhverja fórnir. Já, hvað geta maður að hugsa um? Ég veit ekki, G5 eitthvað, það bara virkar ekkert. Það er bara D2. Fókus 7-8. Það er örugglega í lagi með þetta ennþá. Hann er bara D5. Og bara ég er enn og aftur að lenda svolítið eftir á klukkunni. Getur og hefur skipt máli. Biskup B5 þingar svolítið. Þingar svartan í að taka ákvörðun. Meina riddar á D7. Já. Það verður að gera eitthvað. Annarkvort taka á F5 eða leggja ridдар F6. Já, fyrir á F6 þá getur Helgi leikið hratt hróku D1 en hann drippur á F5, já. Biskup B8, já. E7 svona eðlilegri reitur en þá er reyndar óþægilegt, þetta E-peð svolítið óþægilegt, erfitt að koma drottningunni kannski einhverja mann á E6 til að blokkera. Vill hann leggja drottningu E7 E6 til dæmis. Þess að þarf ekki að hafa drottningunni E6, bara hafa heimil á þessu peði. Já, D8. Nú kannski Bragi gæla við að fara að íta peðunni sínum eitthvað á stað. Saman biskupin hörvar og nú ætlar hann að setja pressu á þetta P hérna vantala á D5. Gerir það. Bragi hólkar hrókunum hana í vörnina. Það er eiginlega alveg magna hvað Helgi er öflugur í að halda sér réttu megin á klukkunni, sko. Hann er ennþá yfir 2 í handunum. Nú þarf Bragi að hafa verulegar ágjur af G4 framar á sig. Hann leikur sjálfur G5. Ok. Leikur ekki bara Helgi G3 og hefur þetta undir kontról? Kemur ekki á vart. Já, þetta er mjög helgalögur leikur. Biskupin á reit á G2 og kannski geti þessa peða framar sér Bragi á Kongsvagnum bitið hann í afturöndan setna. Já, geti komið baki á honum. Þetta er eiginlega biskupin frá G2. Svartur ekki að neinu sérstöku fram með þessum peða framrásum. Hvíti kóngurinn alltaf skjóla á F2. Fattar hann reyndar ekki þennan leik? Var þetta ekki algjör óþarfi? Já, kannski en kannski vill hann bara verður Bragi, hann þarf að vinna. Verður hann ekki taka H3 drottningu E6 og fara á giljuna eða eitthvað slíkt? Er þetta ekki, eða hvað? Er þetta ekki passíft? Jú, þegar þú segir að það hefði kannski verið skást í möguleikin úr því sem komið var, en Helgi með gríðalega traustastöðu núna, kóngurinn mjög vel varinn á Kongsvagnum, og ef að Helgi gerir ekki neitt núna þá er rosa erfitt að sjá fyrir sig hvernig svartur getur komist í gegnum þetta. Já, hann þarf að minnum á það að Helga duga jafntefli í þessari skák. Það þarf að fórna mannskapi að verja þetta D-peð. En á samanskapi, hann er nú með eitthvað peð hann á drottningavegg. Hann getur kannski laumað þessum biskup á A7 og ef hann kemur með eitthvað skrið. Kóngurinn fyrir H2, ætti hann að vera ansi öruggur þar. Bragi það núna bara svolítið sniðu, bara leika leikjum, biskup B6, kóngur F7, G6, eitthvað bara aðeins svona leika öruggum leikjum og meðan það er áttum. Ekki að falla og langt á eftir á tímanum. Gera eitthvað og gera það hratt. Já. Hann þarf ekkert að finna vinningsplani strax. Hann bara aðeins að reyna svona hanga á tímanum. Á tilfinningum fyrir hvað best er að hafa mennina á hann gerir eitthvað.
Biskup til dæmis lítur að standa betur á BSS en Asju, það þarf ekki alltaf að vinna upp eitthvað, Alveg rétt. vinna upp eitthvað hjól. Ok, pesslaugur hjá Helga. Er hann að gæla sjálfu að leika B4 eða hvað? Mér finnst alveg verið inn í myndinni, ná okkur blokkeringu á svörturautunum þannig. Já, Ég leikur C4 sjálfur. nú kannski bara biskup D4 af því að það leppur hann á Selíunni. Já, spurning hvort að þarna færi full mikil dýnamík forkvörðum hjá Braga. Já, við sjáum að biskup Braga á B7 er grafinn bak við öll peðin og B4 hann ætlar að halda þessu lokuðu. Hérna verður Bragi líklegast að... Já, hann getur svo sem haldið spenninu líka. hann verður að reyna eitthvað á alínunni. Nú þýðir ekkert verið Braga að hrista hausinn, það er bara að berjast áfram. Ég er nú ekki bjartsinn á þetta, til dæmis ef að hvítur dreipar A8 þá verður þetta með biskup. Annars dreipar hann á B6 og D5. En ok, hann er alínni. Já, þetta er Líklegast bara staða sem er, jöfn, en Bragi verður að vinna skákina og er ekki að finna gott plan. Við sjáum líkamstjáningunni hjá honum, hann er ekki að finna plan og engan tíma. 2 sekundur, dreipar á A2, skiptur upp á hrókum. Já, nú getur Helgi svolítið mikið satt pass, sko. Já, heldur betur. Nú ætti honum að vera óhatt líka bara að koma með kóngin líka. Svo maður Bragi drapan á D4 og ætla þá kannski að reyna að fara inn á alínunni. En ef Helgi gerir ekki neitt núna, þá var engi veikleikar í hvítu stöðunni til þess að sækja það. Ekki nema drottningin komist inn á B3, það er kannski möguleikin. Er það möguleikin? Einar 3, já. Þá þarf að vantarlega tíma í kongur E6 eða ekki. Er Helgi klókur núna að leikur E6 sjálfur og blokkar á svo allt eða? Já, Svart var að leika kongur F7. Já, hann gæti kannski líka E6 af því við hefum ekki skipt upp. Já, þetta er róttækið. Þetta er róttækið. Dreipur leikur biskup F1 og eða kongur F2 stoppar C-peðið. Já, vandamáli hjá Braga, hann á ekki einu sinni hérna. Hann á ekki trikk, sko. Hann getur ekki sett biskupin onni til að vinna biskup eða neitt. Nei, hann getur ekki gert neitt. Helgi getur raunni, ef að menn kannast við það, prímóða núna leikið fram og tilbaka, sko. Það er engin leik. Ef að við myndum skipt upp á biskupum og C-peðið væri ekki í borðinu, þá væri þetta raunni jafntefli samkvæmt skakarglum. Af því að það er ekki hægt að vinna. Til lögleg rauðu leikja sem unni skákina. Jafntefli tryggir Helga sigur þessi en við 5,5, 4,5 og við ætlum að fara í östutt skilabóð og svo fáum við sigur einviðisins í stutt viðtal eftir skamma stund.
Kæra áhorfendur, við erum komið með sigurvegara einvígisins Helga Ólafsson. Þetta var hörku einvígi. Já, þetta var bara mikil barátta sko. Bragi byrjaði betur, náði hann að góðri skák, nummer 2 og svo kom hann að skák sem þú ættir að vinna og mistir hann í staðan fyrir hreinlega mátan og missir það tap. Já. Það var erfið tímapunktur og þú þurftir aðeins að ná svona 8 þar. Já, mér fannst ég vera dálítið átt sko þegar þetta byrjaði þetta einvígi en það áreindar oft við þegar maður byrja að tefla átt sérst að koma maður það smá tíma að komast í gang sko. Já, en svo minnkar þetta í einn vinning fyrir hléð og svo fannst mér að vera að fara að tefla mun betur að leiða einvígi. Já, ég er eiginlega sammála því. Ég klúðraði reyndar. Já, svo komið eitt slís þarna. Já, þetta var með mun betra tafl. Já, algjörlega. Veist bara heilum kalli. Já. Fengum hana skemmtileg viðbröð. Vídeó fyrir vantarlega við það, nei. En það er alltaf gaman að sjá viðbröð hjá mönnum. Já, nákvæmlega. En já, góður sigur og þú hélst góðum fókus hann í lokin og sildir þessu heim. Já. Og næsta dagskrá er Bjössi bróðir. Já, það er ekkert annað. Það er ekkert annað. Hvernig líst þér á það? Bara mjög vel, sko. Ég er bara gaman að tefla við þá bræður, sko. Þannig að óska honum bara allsins besta í því einvígi. Já, hlökkum til að sjá það í undanúrslitum helgi gegn Birni. Það er spurning hvort þú fáið nokkuð jólakort fyrir fjölskyldunni eða þú sendur að báða heim. Við verðum að sjá hvað setur. Já, nákvæmlega. Þegar undanúrslit fara fram. Já. En til hamingju með sigur helgi. Já, takk fyrir. Við ætlum að fá stuttar auglýsingar og komum að vörumspori með næsta einvígi Jóhann og Hjörvar. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu. Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamál kafað dýp. Missir. Útilega. Viltu fara? Þessi útilega þetta að fara þig algjörður rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaus farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur. Í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skora! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn!
Já, komið sælur aftur, kæra áhorfendur. Senn hefst seinna einvígi kvöldsins, það er einvígi Hjörvar Steins Gretarssonar og Jóhanns Hjartarsonar. Ef við förum aðeins yfir leið þessara félaga inn í 8-mannúrslitin. Já. Ingvar, Jóhann vann Helgás Gretarsson. Nokkuð samfærandi. Nokkuð samfærandi saman, já. Tölulega, skákinu voru spennandi. Og Hjörvar, já, hann mætti Vigni Vatnar í 16-mannúrslitum og Súper einvígi. Það var einvígi sem að margir beðið spenntir eftir og hann vann það, sló Vigni út strax. Já, þetta var einvígi það sem svona gæði voru svona verri en áttum vona á en spennan var greiðileg. Einmitt. Og hverju getur við áttu vona við Jóhanns og Hjörvars? Ég á bara vona á spennandi einvígi, en að samaskapi finnst eins og bara þetta gæti farið í hvora átt sem er. Ef annar byrjar mjög sterkt þá gæti hann bara unnið örugt. Ég geti alveg séð fyrir mér báða vinna 5-1 eða eitthvað. Já. 5-1 eitthvað slúið sko. Einmitt. Það er rétt og við fylgdumst á hann með einvígi Braga og Helga og þar var, já þetta var nokkuð jafnt. Helgi sildi fram úr, hélt betri tímastjórnun. Ég held að megi segja Jóhann og Hjörvar að þessi báðir svona frekar skynsamir á klukkunni. Já, ég vona því við sjáum miklu jafnari tíma núna. Bragi var eiginlega alltaf í vandræðum. Já. Þeir eru líka skákmenn sem eru góðir í að halda stöðum gangandi með að leika svona eins og við segjum praktiskum leikjum sem kannski gera lítið en gera það hratt. Ekkert með neitt kannski ósvipaðan stíl þannig séð. Og svo held ég að við mættum að sjá bara mikið að mismunandi byrjunum. Jóhann teflir eiginlega allt. Já. Og Hjörvar getur gripið til að opna held ég á mörgum vígstöðum líka. Ég held að það sé alveg rétt. Nú við bíðum spenntir eftir að þeir félagar hefji leik. Ég held að sé nú ekki alveg byrjaðar ennþá. Þeir eru að detta inn. Og það er Hjörvar með hvít í fyrstu skákinni. Við ættum að fá þetta fljótlega, það er enskuleikur sem Jóhann ætti nú að þekkja vel. Teldi til dæmis með Sörtuget Karpov frægarskák í áskorundeginni. Fleiri en eina skák eða maður rétt. Og þeir tefla hratt síns mér hérna fyrstu leikina. Já, ég með alltaf hreinu. Okkur er 8. Og við sýnist draugurinn hans Helga verið aftur mættu til leiks hérna. Sjáum að eins og hjá Braga þá mætir hann draug í fyrstu skákinni. Eins og það komið smá frostana myndaðinlega eins og hjá Helga. Í fyrstu skákinni við kipum því í liðin fyrir næstu skák, vonandi. Bara nokkar mun, sjáum það. Er þetta G2 hjá Hjörvari? Við verðum eiginlega vona að Jóhann leiki ekki neitt skelvilega af sér í þessari skáka því þá myndum við missa af viðbröðunum. Já. Mér sýnist nú Svartur kannski mega ágætlega við unna eftir byrjunarleikina minnst eins og Hjörvar hefði kannski getað sett enn meiri press á Jóhann. Við sáum hjá Helga áðan að það getur átt verið gott að koma einhverju riddar á þennan reit og það svona verið taka smá tíma. Hann leikur hérna hróku B8 sem valdi þetta peð. Já, hann var vantilega gæla við að setja hann riddar á D4. Undirbýr riddari D4 sem tryggir það svona ágætis rými. Reyndar kom ekkert ósvipuð stað upp hjá Braga og Helga áðan einmitt þar sem það var tekið á D4 og hann leik C6 og þetta snýri svolítið um hennan C4 hörkurskák sem Helgi enda á að vinna með hvítu. Og þeir tefla nokkur ösklega félagarnir, Hjörvar og Jóhann. Þeir hafa nú mæst nokkuð oft við borðið. Já. Og Jóhann drepar hérna á C5, hrókudrepli C5 og C6. Þetta er traust fyrir Svartan. Og nú gæti Hjörvar farið að gæla við að gera eitthvað meira á drottningavangnum, koma öðru rittar á C5 til dæmis, eða íta B-pöðan á stað. Það er óþægileg pressa samt þarna nýra á E2, bindur svolítið hvítumennina þar. Já, hann með þessa pressu hérna á E2 sem getur verið óþægileg. En rittari kemur enga sigur E4. Gæli við hennar ritt hérna. Rittari fyrir D5. Og svo er það rittari C5, hvernig með dróning E7 eða hvað.
Já, ætli það ekki. Eða skýtur, nei, nei. Nú verður að gera það. Bakkar, já. Já, Hörvar. Já, ég ætlaði að mynda að segja, ætlaði Jóhann að leika B6 og C5. Hjörvar kannski svarar í með B4, já. Já, annars er kannski komið C5 eins og þú segir og svartu með svona þægileg tök á miðborinu og búin að skipta upp á svartættabiskupnum. Þannig að peðinu var ekki að blokka inn hans eigin biskup. Nú gæti verið að Jóhann sé að gæla við að leika F5 einhvern tímann. Þó það sé reyndar ekki sérstaklega Jóhanns leikur. Nei, en hann allavega tók hann G5 reyta hvítamönnunum og lofta að leika út svona til framtíðar. Já, mér finnst Jón Hjartarson vera sérstaklega góður í því að bæta stöðuna sína án þess að þennja sig á svona afdrifaríkan hátt. Já. Með einhverjum peðaframrásum fyrir fram að kóngin sin. Þetta hörður hann bara með rittarna svona á F6 og heldur öllu. Já, heldur tímahorskútunu. Eina sem svartu þarf að hafa ágjör á akkurat núna er þetta peð á C6 sem er svona smá skotmarkur hvítan. Biskupin setur á þetta peð og hrókurinn er bak við rittaran, þannig að við þurfum að passa að rittaran eigi eitthvað hopp sem að getur truflað okkur. Nú hótar Hjörvar. Það er smá óþægilegt. Hjörvar horfur upp í loftið og spurning hvað er þar. Valda C6. Já, menn með að passa sig í dag, annars geti Vladimir Kramnik komið og saka mennum að fela ykkur hjálpatæki, hvað sem er. En við erum hérna að reyna, þannig að við sjáum nú fulla stjórn á hérna, hvað menn sjá hérna. Já, ég held sér bara ákveðin minnistekni á Hjörvari, horfa eitthvað til hliðar og... Já, skákmennir eru gætnir á það að horfa upp yfir lotti svona. Já. Reyna að muna eitthvað. Kalla fram einhverja stöður í minninu. Já. En þeir eru svona hálfpartin að endurtaka leikinn núna félagarnir og... Já, Rittari komin á D4, aftur komin pressu E2, nú bara einn maður að valda. Hvernig ætlar Hjörvar að valda þetta peð? Sögum eftir tímanum. Gríðarlega pressa hjá Jóhanni á klukkunni núna. Já, Jóhann er eins og Helgi mjög góður í að halda stjórn á klukkunni. Já. Og þá kemur F5 leikurinn. Nú ákveður hann svona að láta smá til skara skriða. Hjörvar er nánast ekkert búinn að gera í þessari skák. Hann er bara með svipaða stöðu hann var með eftir byrjunina. Það hafa verið mikla tilfeyringar en Jóhann búinn að þegna sér smávegis. Já. Þannig að Hjörvar búinn að vera með smá svona bittækni og spurning hvernig það fer allt saman, hvort það komið baki á honum. Nú þarf hann að leika F3, já þarf ekkert, hann leikur því og... Já, hann vildi losa sig undan þessari pressu á E2. Já. En náttúrulega lokar eigin biskup inni núna, hérna á G2, allavega tímabundið. Og Jóhann heldur áfram að þenja sig með C5. Já, nú kannski geti þessi hvítrandabiskup Jóhanns farið að sveifla sér yfir á F7 og komið inn á B3 og opnað einhverja möguleika þar. Eða rittan hérna á B3. Eftir hann F3-leik þá er orðið býsna slemt líklega að drepa hérna á D4 því þá veikir svo mikið þessi E3-rautur. Alveg svakalega, já. Sem svartur næði stjórna á. Þannig að þess vegna kannski held Jóhann að geta líkið C5 og biskup F7 og svona pota hérna. Það held að Jóhann hljóta að vera ánægð með stöðunum núna. Já, 1-3 stykka á þessu rittara. Kannski fer hann ekkert inn á B3, kannski fer hann bara tilbaka. B5 eða eitthvað. Já, mögulega B5 er mitt af því að kaupin held ég sé ágætt. Svartur er með pressu á B4 og D3. Já, heldur betur og þó að Hjörvar sem er biskupapari þá er það kyrfilega jarðsett þarna á kóngsvagnum. Frá D8 til dæmis lítur út frá að vera nokkuð eðlilegur. Það er að halda að Jóhann hefði viljað halda tímapressunni en er hann að spá í hvort hann eigi rittari D5 eitthvað slíkt bara að reyna að vinna lið strax. Mér finnst að koma sterklega þetta greina núna. Getur verið að gæla við það, tekur á C1 fyrst. Akkur ekki skjótið hróku D8 já, setur á D3-pleiði. Og nú er rittari D5 liggur í lottinu. D5 kýtlar þetta F-peð sem Hjörvar valdar. E4. Ætlar hann að ná tökum á hvíturreitunum. Getur þetta með rittara eða peði, ég held nú að með þetta með peði. Kannski verið þetta á H5, er það óþægilegt? Já, hann gerir það. Bara G5 hótar öllu illu, hann H3 og F3. Þetta er mjög óþægilegt. Mjög veik staða og D3 peði veikt og skiptir upp á drottningum. Þetta er, biskup D5 er hótun, hann verður að skipta upp á drottningum, þá fællur D3. Jóhann er að ná yfirhendunni hérna algjörlega.
og við fáum Og heldur mikil pressu. Biskup á var reyndar- D5 og E4. hann á hrókur C8 en biskup D5 já, hrókur C8 og hrókur C7 en biskup D5 skák allavega Þetta er Biskup beint onni, það er spurning hvort það hafi jafnvel verið með Já. svokallar máslip, hann alltaf á C7. ég myndi að halda það En staðan var einhver síður erfið, mögulega töpuð, líklega töpuð. ég myndi að halda það, biskupin er svo hrikalega passífur eftir Já, það þarf ekkert að sveksa mikið af þessu, þetta var svona, það var ekkert að leika sér jafntefli í tap, þetta var öllu líkindum tapa hvort það er. Jóhann byrjar að krafti Heldur betur, já, það er til að byrja á því að koma Jóhann í mynd, er það ekki? já, var nú gaman að fá mynda á honum Það er vonandi einföld aðgerð, það gekk nú vel á hann með Helga. það er örlítið higg á næstu skák Hjörvar býður bara spakur á meðan já, Jóhann byrjaði þetta á miklu krafti teldi bara hratt og samfærandi Það var mjög samfærandi damerska. heldur betur Og hélt stjórn og var góður í, þú varst þegar að kalla það, hann góður í að leika þessum svona rólegu leikjum sem bara halda stöðunni, halda pressunni. já, án þess að þennja sig eitthvað sko. Já. Veist það vera hans helsti kostur Við erum nú komin að stað aftur, Jóhann með hvitt, og mér finnst þetta að vera gamla góða drottningarnir Dróningarnir og B3, er það ekki eitthvað svona hliða variantur? það er eitthvað hliðar á breiði og rittari C3 heldur sig aðalegin og þá snýst þetta yfir í einhvers konar katalanlega stöðu mögulega Já, andrar með peði. Það er einhver byggð á því að við komum Jóhann í lag. já, menn hafa verið að tefla svona stöðutypu mikið með hvítu síðustu missarinn það sem að hvítu rittari fer á E5 og hrókarnir á C og D-línunar það sem að hvítur heldur einhvern veginn svona stjórnastöðunni þannig og svartur endar átt með hangandi peð eftir C5 og uppskipti og hvítur svona með þægilega pressu þar Hjörvar manuvera hérna rittaranum á E6. þetta fannum bara stundum að standa svartur fær að drepa á F4 oft og hvítur tekur það bara með G-peðinu Hefur reyna svona sterk peða miðborðin sem að á svona góða stjórn á stöðunni og svartur er hérna ekkert meðnitt. Tekur hann alltaf langan tíma að nýta sér veikleikana á kóngsvangja hvítum, þannig að miðborði vegur eiginlega aðeins meira. Hvítur hefur ekki miklar ágjörð því. Biskup D6. Eikur hann aðeins við pressuna. Er þetta D4, er það ekki hóttu núna til dæmis? það getur verið að það sé hótun hann leikur okkur síðan, hann ætlaði að vinna C7-peðið tilbaka Hann sér þessa hótun en þá hefði við Róni á C7 eftir öll uppskiptin. Dreipið á D4 til þessara F5. C7 valdar það, nú kemur biskup H3 heldur svona góðri pressu. já, mist, hann verið að tefla þetta betur svona út í byrjunni Bara hennan rittara, drottning 1-7. það er smá pressa á Hjörvari núna sem að hann þarf að losa sig úr Já, þetta er smá óþægilegt. hann nær ekki að leika C5 í góða móti, það er honni á B6 En E3 maður þarf ofta að ágjöra því svartur á að leika hvernig svara ég til dæmis Hása svona með hvitt já, Ég ætla bara að leika G5 og vinna hennar biskup það er mjög góð spurning hjá þér Ég hörfa hann bara með rittaran á E5 og það er reytin fyrir biskupin í staðinn ég held að Hjörvar ætti nú bara að leika H6 og sjá svo hvað gerist Bara spurja hann já, Þú getur leikið þóttu ætlir ekkert að leika G5 þá allavega þar hvítur eða tíma Það er svona hraðskákt trikka Hóturinn er sterkar en leikurinn emitt nú sjáum við að tímafóskut Jóhanns fer nálgast 1 mínútu Þetta er nú kom okkur aðeins óvart Við áttum vona á svona jafnari tíma heldur en aðan en í báðum fyrstu skákunum er Jóhann að ná sér í alveg mínútu fórskot Tefla aðeins með öryggi Biskupin hörfar Ég ætla að segja rittari D3 og hérna reyna að skipta upp á þessum biskupa F4 það þurfi ekki að ágjöra því að lokist inni það hlýtur að vera gott plan hjá Jóhanni og hann getur svo kannski farið að búa til einhverja reyti fyrir rittarni sinni í framhaldinu Hjörvar hrista aðeins hausinn á það kannski ekki ánægð með útkomin út í byrjuninni
Heldur ennþá pressunni. Spenninu vildi ég sagt á með biskupinn A4. Tekur ekki strax á D6. Hvernig 4. Gæti að vera, já, kannski gæla við í einhverjum tilvikum að taka á D6 og leika riddara A til C5. Betri bara þá hún í riddara á D6 og biskup á B7. Já. Það gæti verið einhvers konar taktísk aðgerð sem hann hefur bakveirað. Einmitt. Og stilli peónu sinum upp á svartareit leið. Sér kannski fyrir sér endatöflið þar sem hann situr eftir með hvítræta biskupinn. Það tekið á F4, það tekið með riddara. Hvað? Hrókur hérna á Róni, þar að hefa hann. Já, og nú kannski hóttin að taka á B4, þannig að Jóhann geti leikið A3, en mér kemur þessi leikur til greina hérna riddari C5. Já, leikur bara A3. Já. Mér finnst riddari C5 alveg vera klárlega eitthvað til að íhuga hér. Nei, það mátti Nei, það var í lagi. Tekið á hérna F4, kannski tekið á B7. En það óþarf að flækja þetta kannski hjá Jóhanni, hann vil bara halda tímahósutinu og spenninu í stöðinni. Já, það er skynsamlega gert hjá honum. Ef hann næði Hjörvari í smá tímapersu áður en læti til skara skriða. Finnur 5 hjá Hjörvari. Þetta er náttúrulega veikir mögulega D-peðið í einhverju tilvikum. Riddari kemur tilbaka, setur á D5, drottningi valdar. Þetta er mögulega ekki pressuna. Drottningi A2, kannski óþarri, hann leikur H4. Ef hann næði að hóta D5-peðinu með drottningunni og þvinga Hjörvar til þess að íta C-peðinu í einn stað, þá kannski eru möguleikar að fara með riddarann tilbaka á A4 og H6 virðist gefa þetta kynna að hann langir svolítið að stugga á þessu riddara. Já, G5 liggur á lottinu. H5 var ekki möguleiki þar sem að Já, þó. Það sem HP er líklega veikt, en ok, hann er leika G5. Það þurfti að eða tími í valda CP, en það er ennum staða. Er Hjörvar komið með einhverjar vonir núna að fara að sækja á hálínunni? Kannski? Það er náttúrulega marga leiki. Ég er en að samanskapi, hann er ekkert að máta strax. Kóngurinn myndi þá koma til skjól, en getur verið fljótt, hættulegt nokkuð fljótt. Einhverju svona F4 leik eða eitthvað. Hjörvar allavega að vinna sig aftur inn í skákina, myndi ég segja, eftir byrjununa. Já. Þá kom þetta riddari E5 og Hjörvar samstundis drottning H7. Það er svona langja hálínuna. Við sáum að Hjörvar vill ekki drepa þennan riddari á F5, þá verið C-peðið svo veikt. Hann myndi eiginlega bara allt hrynja eftir það. Hrynur allt, vill halda þessu biskup, hann svona límið í stöðunni. Nú er það Jóhann sem ætlar að hálínuna. Já, undirbýr hreinlega að mæta hérna. Sjáum tíman, hann er verja Hjörvari. Gunnar 4. Nú held ég að F5-peðið sé eitra út að riddari E4 skák. Já, tekið inn riddari E4 skák. En Jóhann er búinn að laga kongstöðunni sína vel. Kongur er nokkuð öruggur hérna eftir núna. Búinn að veikja þennan reyti, það kannski skiptir minna máli riddarin kemur inn. Hann tekur hreinlega. Nú reyndar hann á E5. En þá reyndar við ekki við C7 á móti, þannig að þetta er svona ákveðin dýnamík. Getur ekki bara Jóhann leikir hókur H5 kannski? Hótar hókur G5. Já, þetta er orðið bara mjög óþægilegt núna fyrir Hjörvar. Tekur vantarlega með peði, þá Róni á C7 og riddarinn er að fá hann D4 sem er gríðar óþægilegur. Já, hótar taka núna á E5 kannski? Já, reyndar. Getur hann leikið kannski hókur G5 fyrst, skiptu upp? Hann leikur bara kóng G fyrir leppunni. Mjög Jóhannslegu leikur. Ekkert að vera að þvinga hlutina fram, sko. Nei. Já, þetta er líklega strategist tapa bara fyrir Hjörvar núna, eða ekki? Jó, drottning H er mjög skynsamur leikur. Og vantar að leikar hún bara A4. A5. Já. Og taktikarna með riddari E6. En A4, A5 núna myndi algjörlega skrúa fyrir allt. Já, ef hann næði núna A4 og A5 sjálfur, sem hann ætti nú að ná, er það ekki?
þá fer rittarinn bara aftur á D4 og svo ítar hann þessu peðum að stað, myndi ég halda. Já. Hjörvar reynir að hanga á þessu, hann leikur E6, kemst í kjölfarið á F5, kannski hrókur H1 núna, já. Kemur smá counterindar. Hjörvar að reyna eitthvað. Það er ekkert víst að það hefur verið gott að Jóhann að leifa C5, ég veit það ekki. Nei, mér finnst það... Og kannski gæti hann leikið A4, A5 En byrja, hann fjall bara. Ha? Þetta var skrítið. Hann gleymir sér bara á tímanum. Enn og aftur eru að fá svona... Já. Hjörvar er eiginlega hálftíð sköstið að fá vinning út á þessu tamennsku. Já. Hann teldi nú ekki dilla þarna framan af, við skulum ekki gera neitt lítið úr því, en hann ég hef sjálft að sé einn mann jafn ósáttan að vinna. Einmitt. En þetta var mjög sérstætt vegna þess að Jóhann var komið með alveg heljar tök á stöðunni. Já. En staðan núna er 1-1. Við hefum eftir að fá það uppfært. Já. Tæknimæðurinn var að laga myndvarana Jóhanni, þannig að úrslitin koma fljótlega inn. Og þá eru komnir í einhvers konar bók og indverska vörn. Og það sem að Hjörvar hefur biskupaparið og ölliti rými. Já. Plan Hvítið sem stöðum svona svartur náttúrulega greiðlega traustur en Plan Hvítið er alveg tefla upp á biskuparna sína. Og þessi ekki glæsilegir í augnablikinu, þá kannski njótaði sín betur seinna. Nú kemur örugglega biskup E1 til að halda þessum biskup. Mér finnst mest skrítið hvað Hjörvar er ósáttur eins og að sé bara 3-0 fyrir Jóa, sko. Hann var að fá gríðarlega mikilvæga vinning. Já. Og ég meina, það er ekki þér að kenna að anstæðingurinn hafi fallið á tíma. Ég meina, tegur bara vinningin heldur áfram. Já, einmitt. Það er svona svolítið eins og það kerti við kettlíkinu hans Jóhanns. Það var, sorry. Ekki það, ég hef hugmynd hvort að Jóhann eigi kvöld. Veit ekki til þess. Veit ekki til þess. Doesn't strike me as a cat person, sko. Sáum að Jóhann drapa þetta með biskup á D5 og heldur einhverjum möguleikum á að þessi biskup geti gert eitthvað að báðum vangjum á borðinu. Hann setur smá pressu á G2-peðin meða líka yfir á drottningavangin. Ef ég þyrfti að velja á nannasekundu, þá myndi ég nú taka eitthvað til stöðuna. Já, ég myndi gera það líka. Parið, mér finnst eins og ég geti eitthvað tíman leikið F3 og E4, svartur þarf þá vantar að leika F5 sjálfur þá. Já, ég var náttúrulega að halda þessum biskup hérna á D5. Þetta held ég að Hjörvar ætti ekki að drepa. Nei, hann kemur þetta blir C5 vantarlega og hótur hérna á B3, en aðalega þá eru mennur orðnir svolítið virkir. Hann drepar á D4, drottning drepar vantarlega, já, skíturinn E4, það er vantarlega sniðut. Drepar sem með drottningu. Já, kemur ekki bara samt rittari C5 eða hvað? Já. Ég held að þetta snúi svolítið það hvort að... Og jafnvel hvort svartur ná eða... Ég veit líka skipt upp á hvítrið það, er það eitthvað? Það er kannski óþarfi. Ýmsi stöðulegi möguleikar núna fyrir Jóhann, hvað hann ætlar að gera í framhaldinu. Biskup A6 kemur til greina eins og Ingvar var að nefna og... Já, mér finnst það og... eins og hvítur biskup verður nú svolítið sterkur, eða hvað? Jó, hann verður það nú og hvítur kemur rók á dílirina og... Já, þú veist það, svörtu peðir hann á drottningaðinga er á svörtu reytum eins og er. Með þessi biskup getur farið yfir á D4. Ég finnst vantar svona, kannski næra bara að tróða sér rittara á B3 eitthvað. Mér finnst vantar reyti fyrir hennar rittara. Einmitt. Það vantar nokkra leiki fyrir svartan til þess að svona hafa stjórn á stöðunni. Leiðanleikur A4 til þess að blokka þetta, þá kemur biskupinn á B4. Já, B4 og leiðir leppin til þess. Leikur ekki bara biskup D4 eða eitthvað? Jú, er það ekki bara leikur? Biskup D4 er? Sjá líka að Jóhann er ekki jafn öruggur og hinnu skákunum. Það sést líka á tímanum. Hann er bara jafn núna.
Jóhann er ekki að ná að tefla jafn miklu öryggi og hinum skákunum. Einmitt. Nú sjáum við kannski munin á biskupnum og riddaranum í þessar stöðu eins og Ingvar nefndi áðan að biskupinn drífur töluvert lengra riddarinn og nú var riddarinn enga reyti en biskupinn er fann að gæla við að hleypa hrók upp á C7 eða pressa á þetta G7 svona í framtíðinni. Já, svona ýmsir möguleikar. Hann leikur hrókur D4. D6, biskupinn frá C7. Það verður vantalega kaupa D4. Nú er þessi riddari á A4 hjá Jóhanni fann C8, já. Lepparinn er biskup, já, riddarinn er svona smákleif og lögur en leppurinn er að hjálpa Jóhanni heldur betur núna. Ég ætla að segja að þessi riddari á A4 er farin að minna á riddara Jóhanns á A4 í skákans gegn Alexandrov á heimsbikarmótinu á 10. áratugnum. Já, ég verði aukjana, ég man ekki nákvæmlega eftir þeirri skák. En nú verður Hjörvar... Ég flett hann upp. Já, flett hann upp. Eftir útsendinguna, ásamt Helgi Nóguðurars. Hann hefði betur farið á C4, mundi eftir því. Nú skulum við fá stöðuna upp eins og hann er, já. Sjáum að Hjörvar er enn að hugsa eftir hrókur C8. Það er hótinn að taka núna á C7 og Hjörvar væntanlega ragur við það að setja drottninguna sinni í skotlínu hróksins með að fara á C-línuna. Já, biskup F4, já. Bakkar og býður skiptin þannig. En nú er spurning hvað svartin nái ef við förum í hrókakaupin. Það reyndar séns að reyndar vera svolítið lélegur en nægi ekki ef ég nægilega B5 og drottningi E8 eitthvað slíkt, er þetta ekki alltaf valdað og örugt? Já, verðist sko biskupinn kannski gagnast hvítum ekkert eins vel þegar hrókarnir eru farin af borðinu. Nei. Og eins og Ingvar sagði þegar Peður kom á B5 þá var engin veikleiki á drottningavegnum hjá Jóhanni lengur. Ég ætla nú að spá því að þessi skák endi með jafntefli. Ég tek undir það, en að samanskapi þá ég vona að Hjörvar reyni eitthvað aðeins hérna. Það er út af þessu riddara á A4. En leið og Jóhann lagar hana, þá þannig hvernig kannski að passa sig aðeins. Já. Ef hann kemist til dæmis á C4. Já, einmitt. Drottning C6. Nú er spurning á ég að fara með riddarinn inn á C3. Það er freistandi, er hann að lífga við þannig. Svo á gælingur E5, skákinn, kongur má vantarlega bara vera G6. Þetta verður öryggur þar. Nú er þetta betur svona eiginlega hálfgerð hótun, en ég alveg við það bara að taka svartu stöðuna. Eina er að biskup F8 getur verið óþægilegur í vissum stöðum. Já, ég held að Jóhann þurfa að passa sig aðeins á því núna. Drottning E8 kannski öryggustu leikurinn. Já, drottning E8 valda B5-peð og hefur stjórn á öllum hótunum hvíts. Já, og svo ættu við að geta leikið drottning F7 að því gefna hvítir sé ekki bara leika F4. Skipta upp á drottningum þar sem að eftir hann E5-leika þá er hvítir ekki lengur kost á því að hafa biskupinn á D4 til að valda hálfring riddarans og loka hann alveg úr skákinni. Þannig að hann kemst inn, annarkvort ekki inn B2 eða B6. Nú er Jóhann farin að gæla við kannski að fara inn á A2, já, hann gerir það. Biskupinn Hjörvar, drottning með C4 hefur ennþá auga á því að geta komið tilbaka. Nú getur hann fara að laga riddarann eða hvað. Riddari C3. Skák og drottning tilbaka. Drottning C4. Geta endaði þráleika eða hvað? Er Jóhann að gæla við að fara að tefla þetta? Drottning F5, biskup E3. Fellur peð. Var hann að leika á sér? Trikkaðan. Það fellur peð. Ég held að vera endtaka leikið þarna en Hjörvar náði að trikka á hann peð. Þetta er kannski samt alltaf lægi fyrir Jóhann vegna þess að hann er með svo virka menn sko. Hjörvar fyrir einhverja aðgerið þá er Jóhann fljótur að... Getur fljótur að refsa. Já, ok. Og drottning E2 til dæmis. Hann er við tími H6. H6 er að koma. Er Jóhann aðeins að missa tökinn hérna? Sem að grefur undan allri peðakjöðunni. Ég er aðeins að hrættur það. Hann er ekki biskupinn á C5, hóta biskupinn F8. Í einhverjum tilvíkum.
drottning D2 er hótuð núna, hann drepur á G7. Heldur væntanlega drottningunum inna, já. Já. Biskup F8 ekki svo óþægilega leikur. Mjög Þessi gerir ekkert en... Lítur óþægilega út, en já. H1, óalega tilfæslur eru þetta. Já. Riddar fyrir að segja 3. Ég sé nú ekki hvernig að vinnur hennar riddara. Hann á góðan rittan á A4. Jóhann er ennþá að berjast. Þráast við í stöðunni. Einu peð undir. En erfitt með hana tíma að finna einhverja leið til að gera gott úr þessu. Það hefur samt að þetta byrja að vera kaup hérna. Ok, og hvað? Eru þau hvítum í hag eða hvað? Ég er ekkert alveg vissu það. Hefur rittarinn gert á byrjustunni sem hann gerir. Og hvað svo? Hvert er rittarinn? Það er Jóhann að byggja eitthvað skonar. Er þetta ekki, hann ætlar að skipta upp á peðum. Ég held að hann getur nú farið bara fljótlega að taka á hérna, F3. Setja rittarinn á D5 og F6. Og D7 og þetta er fortressa. Ég sé ekki einhvern hvíti bæti stöðuna. Já. Drepið og hvað? Tekið kongur E5. Var Jóhann búinn að sjá þetta allt saman. G5, kongur E5. Kongur F og G6. Nei, menn kongur E5, kongur D3. Hann missið, hann tapar hans spannu. Ég held að hann hafi átt að gera ekki neitt. Bara taka F3. Já. Rittar F6 D7, hvernig alltaf hvítur að bæta stöðuna. Já, ég mitt. Valdar þetta reytina. Valdar líka sérst, Valdar að kongur komast inn. Þannig fljótu bræði sé ekki hvernig hann hefði brotið það niður. Hjörvar með þetta hreinu, B6, B7 vinnur. Já. Og já, þetta var góð baráttu hjá Hjörvar. Hann teldi stöðu sem var alveg klárlega jöfn mjög lengi. Já, nú er Jóhann búinn að missa niður eiginlega 1,5 vinning. Sko. Kólunin tap og jafntefli niður í tap. Og er komin undir 2-1. Getur ekki verið sattu við það. En hefur núna hvítumennina. Við fáum Karakan. Og Jóhann teflir afbreyði með E5 og riddari D2. Ég fylgdist með honum tefla á svipaðan hátt í Íslandsmjölu skákfélaga eða hvað? Nei, sem sagt í atskakeppninni núna nýlega. Já, hann teldi ekki Íslandsmjölu skákfélaga, alveg rétt. Satt við hliðina á honum þar og hentaði honum vel, svona fannst mér. Já. Þetta afbreyði snýst svona góðan stöðuskilning. Hjörvar drepur hérna með biskup á C5. Gefur hann góða biskup að þetta kalla það en sjáum að staðan minnir dálítið mikið á franska vörn og af því að svartur er komið með hvítardabiskupin sem út fyrir peðakeðuna það var alltaf lægi að missa hinn biskupin. Svartur er með skjóta liðskipan hérna. Biskupin er komin út, riddarinnir ákveðin samhverfa þarna í mönnunum. Og Jóhann er ekkert endilega að flýta sér að taka hennar biskup á C5, hann gæti alveg vilja setja riddar á D4. Já. Nú kannski hótar hann að skjóta hann niður á A7, þannig að kannski tekar hann núna. Já, kemur staklega til greina. Þetta er svona staða þar sem að hvoru er að fara í miklar aðgerðir strax. En eins og áðan hendar báðum keppendum nú stöðuleg tapmennska. Já. Króku C, þetta er kannski sniður leikur. Ef að biskupinu hörvar þá ætlar hann vantarlega að sprengja upp miðborð með C4. Já, svona ákveðið þema í þessum stöðum að það er ótrúlega mikið bit í þessari C4 framræðars fyrir hvítan oft í þessu. Já. Af því að hvítur er með þetta sterka peð á E5 og ef hann er að losa svarta peðið af D5 réttinu þá fær hann oft svona... Ég myndi finnast þetta svo óþægilegt, persónulega. Já, hann fær svona möguleika í kringum þetta E5 peðið í framhaldinu. Fær meiri tök á E4 réttnum sem dæmi. Já, svolítið sniðugt að býða með dýnamikina að drepa C5. Það er svona óþægilegt fyrir svartan. Hann þarf alltaf að spá í því hvort hann drepið ekki og nú er orðið svolítið óþægilegt. Nú bara beinhóttur hann drepa C5 og leika B4.
eða hvað? Já, spurning hvað Hjörvar gerir við þessu vegna þess að Ég er ekki hlaupið að því, hann leikur B5 hrókurinn bakkar og ef hann skýtur drottningunni til B6 sem það, þá getur Jóhann tekið á C5 og haft biskupinn sinn á E3 og svona óþægileg leppun í gangi. Það er alveg drefleðileg leppun hana. Þannig að pressan er á Hjörvari og það er spurning hvort hann þurfa að leika riddari D5 áður en hann gerir eitthvað. Já, hann gerir það, góð reytur fyrir riddarann. En já. Tekur á H6. Og Hjörvar hissa. Hjörvar setur upp svip. Ég líka. Er ekki Jóhann að missa mig? Hélt hann ætti... Já, hann haldi hann ætti B4 en byrju, þetta er annarkvort snild eða evisjón. Það er nokkuð ljóst. Sko, ok, nú er hóturinn að taka H6 og riddari G5 og eitthvað svona. Það reyndar ekki alveg mát af því að biskupinn er 5. Það er mjög óþægilegt. En það er líka hóturinn að taka C5 og leika B4. Já. Samt einhvern veginn ekki af því að riddarinn gæst á E4 en það er svona vofir yfir. Hann leikur kóng G7, þá vantar að teka hann á C5 og leikur B4. Erum við að missa eitthvað það? Riddari F4 segir þið, já. Já, riddari F4 og ég sé ekki alveg. Nei, hann er kannski mistað riddari F4, sko. Já, biskupinn er bara hásið svo að ekki... Já, ég var jafn hissa á Hjörvar hana. Það var ekki leikur sem var að kortun hjá okkur. Samt sem áður óþægileg pressa eftir C-línunni. En taktikinn verðist ganga upp fyrir Hjörvar hérna því að riddari drepa C5, riddari drepa C5, riddari B3 var hægt að drepa bara hótar alltaf hvítu drottningu á móti. Drottningu verður hún í að móti hennar, sko. Þannig að Jóhann er bara manni undir núna fyrir, já. Óljósfæri. Já. Það er ótt að segja það. Þetta getur verið, já, hvernig vatnaskil með svona þægilega stöðu og pressu og leikur af sér og Hjörvar heldur velli núna, þá er hann komin í 3-1. Já, það er mjög sterkt myndi ég halda. Og far hvitt í næstu. Já. Jóhann hlýtur að vera gæla núna við að taka á D5 og leika F5, það er svona eina sem maður sér til þess að búa til eitthvað. Já. Eitthvað spil. Já. Það er vandamálir, þarf maður ekki eða tími í kongur háin eða eitthvað til að... Eða hvað? Hann gerir þetta, hlýtur að leika F4 og hann drepa bara. Ok, er einnig að búið til það er hóttun, hróktur upp í C5 er hóttun. Þetta er E6. Það er rétt, hann leikur okkur C8. Og A4, hann kemur hann. Ef að Jóhann er að leika F5 og F6 eitthvað slíkt, þá nær hann að búið til mátótanir á kóngsagnum. Hvað gerir Hjörvar? Fer með biskupinn inn á E4 og felur kóngi sinna H7 eða er það nóg? Samt svolítið óþægilegt að því að... Það er óþægilegt en ég myndur að halda að veri... Að því að hrókurinn kemur á sko F4 og G4 kannski? Já. Eða F4 og H4. Já, akkurat. Nú getur verið lúmskurleiki hrókur F4. Nei, hann var að drepa C8 fyrst. Já. Upp á að riddarum á ekkert fara hérna. Þetta er máleika E6. Við sjáum þessi hótun er enn í gangi að... Ok, nú var engin skák með riddaranum. Nei. Hann leikur E7. Hann hótar riddar E6. Það er E6. Er þetta snúast? Og Hjörvar er að falla tíma allt í einu. Hvað var tíman í Hjörvari? Skíturinn hróktur upp síðan, en þetta er nú bara... Hann skýtur inn í að drepa og riddar E6 ennþá. Hann má leika riddar E6. GG. Vá. Greiðlega vel gert því Jóhanni að hrista fram hann að... Hvaðan kom þetta? Hristi fram hörku spil úr einhverjum mann undir en staðan 2-2 og við ætlum að fara í stuttarauglýsingar og koma aftur með framhaldið á þessu einvígi. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Rafíþróttir í sjónvarpi Símans. This is what we've trained for, people. Fylgstu með öllum viðburðum í beinni útsendingu.
Alla rafíþróttir á einum stað í viðmóti Símans. Sjónvarp Símans Premium býður upp á meira sjónvarpsefni en nokkru sinni fyrr. Dimma. Bodies found alone in the middle of nowhere. Probably suicide. Or murder. Í íslenskum sakamálum kafað dýpa. Missir. Útilega. Þessi útilega þetta ferði ekki áskettur rugg. Sacrifices must be made. I'm Madeline Mann. Welcome to the White Lotus. I'll be calling the shots. Ice Guys 2. Gekka. Ég svo gaman að segja satt. Kapphlaupið enska úrvalsdeildarbikarinn hafið. Enski bolti. Endalaust farsími, endalaust net og allt þetta sjónvarpsefni í einum þægilegum pakka. Vertu með sjónvarp Símans í haust. Horfðu núna. Við tengjumst. Gegnum óteljandi þræði og bylgjur, í gegnum samtöl, augnablik og upplifanir. Þú ert í betra sambandi hjá Símanum. Frábær sending hjá Dagnýju Brynjarsdóttur. Og Fanndís í færinu. Og Fanndís Friðriksdóttir er að skora! Stórkostlega! Já, íslenska liðinu! Ísinn er brotinn!
Velkomin aftur, kæri áhorfendur. 2-2 staðan í einvígi Jóhanns Hjartarsonar og Hjörvar Steins. Má segja bara að báði keppendur hafi sýnt góða spretti. Já, sína bestu hliðar í fyrstu 4 skákunum. Jafnt og spennandi einvígi og það voru gaman að sjá hvernig þetta þróast. Við bíðum eftir 50 skák þeirra félaga. Báðir keppendur hafa haft góða stjórn á tímanum það sem af og Jóhann byrjaði vel. Hjörvar vann 2 skákir í röð. Og svo kom Jóhann tilbaka hérna í 4. skákinni. Já, með svona leiftursókn bara upp á þurru. Já, fórnaði manni þannig óvænt. Gekk líklega ekki upp. En 15. skákinni að hefjast og Hjörvar hefur hvítt. Hann leikur D-pöðunni og það ekkert óvænt þar. Dronning Grindveri. Biskup 6. Þeir halda sig við þetta báðir. Og rittari D2. Í gamla daga leikum menn alltaf B3 í þessu stöðun. Það er kannski búið. En voru mikið að teflda, tópa alveg á fleiri með báðum litum. Biskup D6 og virðist það einhverju hlutu vegna komið í Hjörvar eilítið óvart. Eða eins og var rifið eitthvað upp. Þeir koma að góðum með skjólbáðir og spurning hvernig Hjörvar ætlar að þróa stöðuna sína. Já, þeir eru að velja svona frekar rólega byrjunir, ekki mjög kannski krefindi, vilja báður geta telt byrjunarleikina hratt og örugglega. Já. En Hjörvar gefur sér smá tími í þetta og leikur B3 með eðlilegu leikur. Og þá bara spurning hvort að Jóhann vilji leika C5 eða geyma þann möguleika. Með rittarinn A6 sem gefur nú til kynnan ætli sér að leika C5 eða hvað? Ég myndir að halda þig á fyrst hann fór þangað. Gerir það, já. Ætlar að reyna að ná svona góðri samhæfingu mannana til að valda þessi peð á C5 og D5. Dronning E7, hrókarnir koma væntanlega á miðborðið í kjölfarið. Já, þetta er nú ekki sérstaklega krefjandi byrjunarleikir hjá Hjörvari fyrir Jóhann, myndi ég halda. Nei, enda heldur Jóhann ágætis tíma. Ég held að Hjörvari sé bara alveg sama. Hann vilja bara fá stöður svona sem að hægt að tefla lengi. Já. Gekk ágætlega upp hjá honum hérna í þessum 2 skákum sem hann vann í byrjun einvígisins. Og fá langa baráttu og setja smá pressu á Jóhann klukkunni. Hann setur A-hrókin á D8. Þá ætla vantilega að hafa hinn hérna á eilífunni. Með einhverju pressu hérna niður. Telur C-peð kyrfilega valda sem það er. Já, þessi riddari alveg ágætur hérna á A6 og í gamla daga þegar að menn teldu drottningar undir hann, þá voru menn svona eins og Úlf Andersson ofta að tefla svona stöður og skiptu svo bara upp á öllum mönnunum nema þessum riddara á A6 og héldu þið fram að það væri smá plús fyrir hvítan að hann stæði illa þar. Já. En það er ekki alveg inn í myndinni núna. Jóhann búinn að koma mönnunum sem á fína reiti og hlýtur að vera búinn að jafna tablið út í byrjuninni. Rittarinn kemur hérna eina 4. Varra bragði, dronning C2. Þetta er allt svona mjög freka rólegt eins og er. Dýnamísk undiralda finnur 5 valdar hennan rittara kyrfilega. Já. Hjörvar er ekki að gera mikið í augnablikinu. A3 tekur bara B4 inn á svörtum og lætur svolítið svartan leika. Það er kannski undir Jóhanni komið hvað hann vill gera núna, hvort hann vill hafa einhverjar aðgerðir eða hvort hann vill halda. Já, eða hvort hann svona hálfparti segir pass. Já, hann er enda mjög góður í því. Já. Hann leikur hóku C8 bara og spyr Hjörvar á móti hvað ætlað þú að gera, herra minn? Þetta er fyrir að finna 4. Fengur nú ekkert ósvipað stöðu á hann með skiptur litum. Já, mitt. Nú valda rittarinn D5 betur. Það er engir sérstaklega veiki blettir í stöðu Jóhanns þó hann sé búinn að ýta peðunum sínum svona fram. Hann heldur svona virðist vera nokkuð góður í stjórn á stöðunni.
Það oft svona vandræði með þessi peð hérna. Þetta lítur að vera góður leikur hjá Jóhanni. Hann lagaði eiginlega sinn besta mann, kemur hann með A6 og... Hvernig ykkur... Nei, ég held að hann eftir eitthvað svona riddari H5-pot, en það verðist ekkert vera nýtt aðgerandi. Nú breytist það... C4 reyndar óþægilegur. Já, mjög óþægilegur. Það er bara F4 núna með biskup. Og hvíti komið með mjög sterkan svartölda biskup. Það er svona... Og við slettum svona concession sem svartur vill ekki taka. Já, ég held að... Hóturinn riddari B6, þróktur upp D6, nefnilega. Það er rétt, þetta er mjög óþægilegt. Ef maður þarf að taka með biskup A4, tekur ekki bara hvíti með GP og fer svo bara... Í aðgerið með biskup á B2 og... Með mjög sterkan biskup og hann finnur ekkert betur en þetta. Þá held ég hans ég komið í smá vandræði. Hinn biskupin geti farið F1 og C4 í framtíðinni. Þetta snúist mikið núna hvað hvítin að gera með hennar sterkan biskup. Hvort hann að búa til eitthvað færi hérna og notfæra sér þá kannski skálínuna og mögulega G-línuna eins og Björn nefndi. Þeir eru að byrja strax í smá poti með biskup H3, býður Jóhann að leika G6 sem hann vildi alls ekki gera. Já, hann valdi alltaf með drottningu. Sjáum að G6 hefði bara veikt þessar skálínu alltaf mikið. Drottningin hefði komist inn með máthóttanir. Það eru Jóhann að leika eins og hróku D3 og búið til einhverjar aðgerið þannig. Já, hróku D3 getur verið svona taktiksleið til að reyna ná tökum á línni. Ef það tekið með skák. Það líka kongur F8. Jóhann hefur aldrei verið hræddur við að vera mát, sko. En mér finnst hann oft svona svara einhverjum aðgerðum mjög svona kúlhátt, sko. Já. Ætlar að hafa kóngin bara F8 og segja að Hjörvar sé ekki með neitt. Vill hann hafa kóngin á E7 bara til að fyrja drottninguna? Upp á að geta leikið það var okkur D3 eða eitthvað. Sett drottninguna H5. Kannski full glanalegt, ég veit ekki. Já, jafnvel. Já, reyndar valda D6-reitin líka sem er svona under fire at the moment. Það er rétt. Nú hef ég smá ágjör að tíma Jóhann sem er komið núna. Já, herru, ætla hann átt að sjá því. Til 20 sekundar. Það er bara D1-um. Drottning H5, tvöföld hótun á H3 og D1. Getur valda þetta með drottning F1. Já, rittarinn er í uppnámi reyndar á E6 eftir. Nei, ok, hann bakkar. Hjörvar hörvar og þá er spurning hvort... Já, Jóhann er aðeins að stríða núna. Hvað það gerir þessu? Hann fann einhverja ótrúlega geometríu sem að verist bara snúa þessari skák á punktinum. Ok, hann er með smá hótanir á C8 af E6. Jóhann valdar allt. Jóhann er skiptað með yfir núna og þá er þetta bara spurning tíman. Á hann eitthvað töfraleg núna. Það þarf aðeins að passa kóngin sem reyndar. Já. Aðeins að passa sig. Hann fer aftur á D, leppar hennan. Biskup, Hjörvar ákveður að taka G4-reitin á honum. Jóhann leggur á sér skiptamönnu sem var yfir. Og þá snýst þessi skák. Og smá klaufaskapur hann. Aftur á punktunum og nú er það hvítur sem er yfir hendina. Þetta var afskaplega klaufulegt. Hvernig er þetta núna? Má sjá, það er jafnt á peðum. Hvítur getur mögulega að fara eitthvað að plokka núna. Já, getur tekið þetta. Betur hvað gerir hann? Hann leik kongur G2. Ok, drottningi má ekki fara. Já, nú undir byrjun að koma biskupni í spilið og vörðin orðin erfið hjá Jóhanni. Drottningi má ekki fara langt út af drottningi E5 skák. Já, má ekki drepa A3 út af drottningi E5 skák og hann fellur á tíma. Æjæjæj. Þarna nýtti Jóhann ekki gott tækifæri. Nei, hann fekk hann ansi gott tækifæri og aftur í Hjörvar. Svo við slettum absolutt disgusted að hafa unni skákina. Já, það virtist vera. Og þá er Jóhann með hvítt og aftur fáið Caro-Kann. Advanced variation eins og það kallað með E5. Ja, mér fannst þetta hefnast vel hjá Jóhann á hann þótt hann hefði ekki fyllt í eftir svona alveg sem að hélt. Mér fannst það að fá fína og mjög hættulega stöðu og ég held að alltaf Hjörvar að tefla deins til dæmis. Já, hætti drepið og hvað? Biskupdrepur. Ég myndi tefla þetta nákvæmlega eins og hvitt sko. Á, það fór Jóhann með biskupina á F4. Vegna þess að riddari G6 er oft svona hugmyndi í þessu. Já.
Nú kemur biskup B5. B5, berðu, já, akkur, já. Hótar að taka á D7 eða C5. Já. Hvað ætlar, já, hér er bara bakkar. Ég hef nú bara sett pressun á svartan að hérna, að berja þetta til, af því mér fannst hvítu fá svo fína stöðu. Já, samanlega því. En ok, þetta er nú, but ok. Þetta er nú bara staða. Já, þetta er bara staða. Það er bara að tala um stöðuna. Það er rétt. En það er svona auðveldi leiki fyrir hvítan að koma. Biskup F4, C4, fókus C1, svipað á það. Það er kannski svipað plan. Það er bara spurning hérna hvort að Jóhann ætla að breyta upp á einhverju nýju. Einu vandi við C4-planu núna er að Hjörvar á A6 kannski. Gæti skotin A6 á einhvern tímapunkti og er það sáttu að kaupa D7 og D5 þá stendar hann eftir með svona sterka hvítareiti. Já, ég er ekkert sérstakur aðdáandi þess að biskup á B5. Grípur í tómt í augnablikinu. Já, það er svona aðeins yfirborðskennd hugmynda því þú þarft alltaf að laga hana biskup aftur. Og vilt ekkert drepa D7, sko. Jóhann leikur hrókur E1 yfir valdar E5-peð og býr kannski til flóttareit fyrir biskupin á F1 ef hann þarf. C4 leikur í loftinu. Já, eftir að leikur hrókur C1, þá kannski það verður C4 sterkari en hann loka bara línni, rittar C5. Ég verður auðvitað með E4 reiknum líka. Já, hann er alltaf að fara að leika biskup F1 í þessari stöðu. Já. Ég segi biskup D3 bara til að segja hvað hana. H3? H3 nú. Ok, það gæti ekki verið eins meira passleikur en H3 en mér varst bara biskup F1 svo eðlur, hóttar rittar D5 og undirbýr C4 og valda D3-rautin þá. En Jóhann fer hægar í hlutinu, hann leikur bara C3. Jæja, hann býðir bakkur, C3. Þeir eru svolítið hrifnir af því báða þessi menn að láta svolítið anstæðingin, gefa anstæðingunum valmöguleika hérna. Já, Hjörvar heldur aðeins betri tíma núna, A6 og hann fer spontant á F1 eins og spáðir. Já, þetta er svona hálfgerð biðtaktík á báðum hérna. Svolítið pósið, báðir eiginlega svona vilja helst bara segja pass. Af því að það er engin eina svona peðabergi í stöðun er hjá hvítum, C4 en hann vill ekkit endilega leika því allavega ekki strax. Hann er ekki flýta sér að því allavega. Ok, drottning E2 heldur þessum möguleika opnum að leika C4. C4 núna geta einmitt kannski leikur hann. Það er A3 leikur, það er kannski fyrir mikið. Það kannski þarf engar áhyggjur að hafa riddara B4. Biskup B1 bara, ef ég leik C4. Náttúrulega hún er D4 líka, ég glemdi því. Já, það er að maður gætur á því núna. Já, hann kannski er að ég huga að drepa bara á C6. Já, spurning hvort ég hún í F2, það er ekkert endilega gott. Það leikur drottning E3, já. Ok, það er þannig að drepa aftur á hálsar. Já, það er svona gefur það til kynna að minnst eitthvað stið. Já, það er allavega eitthvað svona fyrir Hjörvar að hafa smá áhyggjur af. Þetta er fyrir eina 7. Nú er þetta F5 svona óþægilegu leikur. Ég var nú bara að grína sko, Jói, slaka á. En riddari F5 er bara að mista þessum. Úff. Ég var að segja að riddari F5 er óþægilegu leikur og ég ætlaði að fara að stinga upp á einhverju leik eins og G4 eða eitthvað. En þetta er bara búið, ekki? Ég meina, hann er ekki með neitt. Riddar nú ekki eins og bara að vekja kongstöðuna, sko. Og nú er inn í myndinni jafnvel að fara að leika F6 eitthvað slíkt, sko. Já, þetta kom mjög óvart. Sáum henni að leika áðan, það var reyndar hálfgerður afleikur þá.
hann gekk samt upp, já, hann vann skákina en nú þetta bara heill maður í hafið, fyrir ekki neitt. Algjör afleikur. Já. Þá erum við líklegast að fara að sjá stöðuna 4-2 fyrir Hjörvar og Hvítt í næstu. Ekki ósvipað áðan þegar við heldum að vera að vinna og komast við 3-1 að fá Hvítt. Nú þetta bara betri útgáfa. Og nú bara skipti Hjörvar upp, held ég. Dreipur allt sem hann getur dreipið. Sénum, dreipur G5. Jafnvel dreipur D3 bara. Já. Dreipur H6 og hann lætur það bara standa. Hefur biskupin á G6. Það orðið erfitt að töfra eitthvað fram í þessu, er ég hrættur Já. Hann gefur nú samt ekki alveg strax. Hann með, já þó, þetta bara 1 peð, sko. Og verið tími. G3 reynir að töfra eitthvað fram á hálínunni. En kannski bara tími fyrir, já þó. Það kannski, ef hann vandar sér núna í nokkara leiki, þá ætti þetta að vera komið. Já. Bókur D. D8 skil ég ekki alveg. Ætlar hann að leika dróning F8. Það er ekki eitthvað skeitið. Jú. Ætla að gera það svona. Já, þetta var hugmyndin. Það var bara eitthvað svona beðleikur. Það er þá aðeins meira pláss fyrir kongi sinn. Biskupin hörða tilbaka, kongurinn fyrir H7. Og þá getur það að fara. Já, þetta var örugglega mjög klókt hjá Hjörvari. Kongurinn er mjög öruggur hérna. Já. Jóhann gefur peðið. Hann til að halda einhverju færum á hálínunni en Hjörvar bara kemur að móta hálínuna og Jóhann gefst upp. Já. 4-2. 4-2, ég var að segja, ég er svolítið slegin út af læginu bara eftir hennar biskupur var H6 í Jóhanni 2 röð, sko. Það er vegna þess að þetta kom í bæðskiptin bara hálfpartinu upp á þurru af því að Jóhann var að tefla bara góða svona pósa skák. Það er nú fyrir Jóhann í kongstindurann. Þannig að hann metur á væntanlega þannig að hann þurfa að vinna. Sem er, já, ekki flókin starfræði. En hann hefur verið að tefla sólid, drókningar einhverja meðan staðan í innvíðinu var nokkuð jöfn, en núna metur hann þetta þannig að hann verið að sækja og þá er kongsindurinn svona hendur í byrjun. Já, Jóhann hefur oft náð mjög góðum úrslitum með kongsindurunum. Við getum til dæmis minnst á skák hans gegn Pavel Eljanov á Reykjavíkur skákmóti. Já. Og hann vann þann sterka skákmann í kongsindurunum. Í þessu afbrigði fáum við reynda mikla stöðubaráttu oft, það sem að svörtu riddarinn fara í svona furðulegt flakk. Riddarinn fer stundum af F6 yfir á drottningavenginn, D7 og B6 í þessum stöðutypum. Já. En ekki ósvipað á skák Karlsson gegn Moldóanum sem að þetta með Breiðablik á dögunum, Ívan. Já, alveg rétt. En nú fer Jóhann með riddarinn á H7. Þessi biskup verður að hörfa, getum ekki missa hennan svartætta biskup, mjög mikilvægur í þessum stöðum. Og það getur verið tvíeggja vopn fyrir svartan að leika F5 í svona stöðum vegna þess að það opnar líka möguleika fyrir hvítan. En já, hvítur svona eiginlega stillir sig upp fyrir það með því að hróka á kiljunina. Hjörvar er dálítið hrifinn á svona stöðutypum þar sem hann hefur mikið rými og hann hefur það vissulega í þessar stöðu. Spurningin er bara hvort að Jóhann á einhvern veginn að opna stöðuna sér í hag. Já, Jóhann býður átetta hana með biskop D7. Myndur hún að halda C6 B5 eða F5 var það sem að svartur geti verið að tefla upp á einhverjum tímapunkti. Drótning E7. Undirbyr líklegast biskop F6 G5 til að skipta upp á svartætta biskupum. Það er svona þekkt yngvarsleg hugmynd í stöðunni. B6 núna fyrst til að valda hennar, vil drefa með BP vantarlega. Já, þetta er þungstöðu bara eins og vænta mátti frá þeim félögum. En ég gerir á fyrir biskop F6 núna. Já, það er
skýtur inn í A4 fyrst. Kongur B1. Kongur H8. Já, gríðalegur prófílaxis. Kemur sér af G-línunni, opnar kannski fyrir F5-leikinn. Þokkalegi billegurinn. Já, kannski hann að gæla við bara hreinlega að opna taflu með F5. Hann gerir það. Og nú þýr ég ekkert að fela sér bak við eitthvað rými. Nú bara að taka slægin. Já, spurning hvað Hjörvar gerir í þessu. Hvort hann drepi á C5, F5 og leiki biskup D3. Það svona það sem kallar á mig. Já, reyna að ná F4-reiknum fyrir riddara. Já, reyndar honi á F3. Kannski skiptir máli. Já. P alltaf P. Já, einhver sagði það, já. Já, líklega Palið P-sin. Ég held það, já. En nú Jóhann komið að opna B-línu, það kannski einhverju möguleika þar og ef að biskupinn lifnar við hann á G7 þá geti hann spilað. Já, svartu gælir ótti það að ná að henda þessu peði bara út í hafið og opna þá fyrir hennar biskup. Búið til einhver færi hérna gegn hvíta kongnum. Sáum Hjörvar hrista hausinn hann er eitthvað svona. Ósattur. Já. En hrók G8, já, hann tekur á móti á G-línunni. Já. Það sem að Hjörvar vill í þessar stöðu er að skipta upp á hvíturritabiskupunum og halda tökum á hvíturritunum. Já. Ef hann næði að leika biskup F2 eða eitthvað þannig á þess að tapa peði, þá fengi hann í F4-reitin og G4-reitin fyrir hrók og... En það er kannski erfitt fyrir hann að gera það núna. Já. Og þá er alltaf líka svo möguleiki að svarta geti hent E-pöðun áfram og hreyfir ferð með riddarinn af reitnum. Já, heldur betur. Og þá opnast möguleikunum sem við vorum að tala um niður á B2. Já. Drónning F7 valdar F5 riddarann, þannig að svartur er vantarlega riddari G5, það þynga nú kaupin sýnismanni. Nú biskupinn Óni, þetta er smá óþægilegt. Nú það Jóhann að passa kókstöðuna sína. Já, passa alltaf skákir á H5 til dæmis. Mjög óþægilegt. Sem betur fyrir sá reitur valdaður eins og er. En er ekki hvítur að fá upp akkurat það sem hann vildi. Má hann drepa á F3? Er það mikil áhætta? Já, það er það sem ég er að reyna. Kemur þá bara hrókur F1 og við missum valdað á H5. Hrókur F1. Já, E4 dugur ekki af því að það kemur alltaf. Drefnum bara F3 og hákum á H5. Kemur alltaf þessi skák. Já, ég kom með þessu leikir á hvítum. Já, ef hann er sem sagt þetta peðir ekki Óni og hann er að leika þessu leikjum drónningi F4 og hrókur hér, eitthvað slíkt. Ég er mér Óni hérna líka, það var orðið óþægilegt. Er biskup F6 einhver leikur? Já, mér sýnist það sé bara nauðsynlegt hjá svörtum. Það er svona eina sem mér dettur í hug. Bara að skerast tölvört á tíman hjá Jóhanni. Gerir það. Já, biskup F6. Og drottning ekki bara inn á F5, já. Býtur nú við og leppun á F-línunni. Og þá eru að fá einhver uppskipti og skák og hrókurinn kemur á G1 og þetta er búið spil. Þetta er búið maður. Vá, hann snýri vel á hann hana. Það var glæsilega telt hjá Hjörvari. Hjörvar var búinn að sjá þetta koma og er núna komin í 5-2. Þar á einungis 1 jafntefli til viðbútar. Af hverju tekur Hjörvar af sér? Stendur upp. Heldur hann þessi búið það? Já, þetta er ekki búið Hjörvar minn. Þú ert 1 í viðbót. Varstu spakur? Hvað? Já. Þetta er 10 skáka í mig, ekki flókin starfræði. Hjörvar bara ítir stólnum undir borð og hann er bara farinn. Hann verður gripinn og hann fer langt. Já. Hann er komin aftur síns mér. Hlauparinn okkar, þú veist að hlaupa. Jú, hann skilur ekkert í þessu, en hann fær áskoru núna.
Já, það var Jóhann með kvitt og verður að vinna núna. Já, þetta er ekki flókið, það þarf að vinna 4 skakk í röð til að komast áfram. Þá grípur Jóhann til byrjunarleik sem hefur aldrei brugðist honum og það er C4. Enski leikurinn. Og Hjörvar snýr þessu yfir í Katalan eða katalónska byrjun. Hann ákveður að ég spái riddara D7 C5. A6 C5, er það ekki eitthvað leið? Nei, ég átti nú vona á öðru fyrir ekki, þar sem hann hefur riddaran á C6. En ok, þetta er traust hjá svörtum. Já, nú bara Hvítur er ekki búin að leika D4 og spurning hvort og hvenær hann gerir það. Stóra spurningin oft í þessu hvernig svartur þróar drottningavangin sinn. Já, í Katalan, þessum stöðum ef svartur næri að leika B5, biskup B7 með góðu þá stendur hann nú yfirleitt nokkuð vel, allavega jafnt tafl. Það væri möguleiki að svara því núna með leik eins og riddari E5. Já. Opna skálina fyrir biskupinn. Hér er að teka sér nú alveg smá tíma hérna. Og leikur okkur Asju sem gefur nú til kynna að hann ætli sér að leika B5 og afna biskupinn á B7. Athyglisverður leikur. Núna þarf hann líklega að leika B6, já. Já, Jóhann sleppir í að leika D4, ætlar að fara í einhverja blokkaringu með riddaran og C4 og kannski bara leika D3 og D3 og E4 kannski einhvern tímann. Já. Það er alveg inn í myndinni, hann heldur þessu svona opnu. Já, ég held að það sé ágætt setup hérna. Ég held að sipa biskupinn á E3. Af því að svartir riddarinn er á D7, kennst ekki á D4 og B4. Já, þessir veiku reytir hérna skipta meina máli um þetta því að riddarinn er hér en ekki hér þar sem það hefði getað hoppað inn á. Það hérna kemur D3. Stuttrókun. Gæti leiki B3 leika biskupinn á B2. Já, já. Það þarf svo sem ekkert ákveða sem E4. E4 er ákveðt upp á það ef hann vill hafa biskupinn á E3. Já. Gerð það. Ég held að þetta sé ágætt fyrir Jóhann. Já, já. Tefla til vinnings, hann heldur mönnunum inn á borðinu og ýmsar leiðir. Getur líka oft verið hérna einn skemmtileg mótorskák sem ég sá í þessu mitt svona svipur setup á hvítan þar sem hann enda eiginlega bara á loka búðinu og fara svo að stað með peðin á Kongsvæng, bara F4, F5 og akkurat skák og mót svo. Það var nú þú sem sýndi með þá skák þess að sagði þetta sko. Já, ok. Það var einmitt rússneski stórmeistarinn Solid, hvað heitir hann áttur? Já, hvað heitir hann? Já, hann er rússneski stórmeistar, hann er Solid, við þurfum ekki að vita meira. Nei, ég veit. Nú mun ég vera allar þessar skákar, hann muna hvað hann heitir. Já, ég líka, ég er hættur að hugsa skákina. Út og hendi mig alveg 1.000.000 leikjum og segi bara já, sammálaði Björn. Hann er telt minn á síðust árum, hann er rússneskur pattaralegur. Var það Tomaszewski? Já, Tomaszewski, já. Evgenij Tomaszewski. Evgenij Tomaszewski. Það er gott ég kom með þetta, annars hefðu ekki fengið neina skákskýringar. Nei, það er rétt. En ok, B5 Hjörvarinn er aðeins að losa sig og riddarinn að fara á A5. Ég þurfti líka að finna nafn á Tomaszewski, þetta átti að vera segvei yfir það þegar ég var með kóluna á hann í Title Tuesday og þá hringið dyrabjallan með Dómarúspitsinu minni. Herri, já, ég hýrt það sögum það. Og ég þurfti eða mínúti að taka móti píltunni og misti unna stöðunni í jafntefli. Já. En aftur á skákinni, Jóhann sýnist mér nú verið að tefla þetta nokkuð vel. Já, það er ímsi góðir stöðulegi möguleikar hjá honum sem félast í að taka hann biskup einhvern tímann. Það liggur samt ekkert á því, hann er ekki að fara með, sko. Nei, hann er með svolítið góð trompirna, hann getur tekið þar að vill, hann er með pressu hérna og hann er með þetta þar að vill, B4 jafnvel. Já. Hann er svona alls konar dýnamiska möguleika. Ég held að hann býði eins lengi og hann getur með að taka biskupinn. Og klukkuna. Já, sem að Hjörvar er komin í 40 sekundur. Jóhann með 1.53. Þetta er að þróast bara nokkuð vel fyrir Jóhann. Já, ekkert jafntefli komið í þessum við fengum 3 jafntefli á hann. Hefur verið lítið að jafntefli þetta í þessum skákum hjá okkur. Já, það er rétt. Netskákin er svolítið svoleiðis, menn
Það minnum jafntefli heldur en í kappskákunum, það bara svo leiðis. Biskup C6. Já, nú einmitt hef ég tekið, nú svona... Mjög losaralegt hjá Hjörvari núna fyrst mér. Já, heldur betur hann þarf að taka með drottningu. Hann fær hvítur C4. Hinritarinn á C4. Það er D2 til dæmis svona freistandi. Það er jafnvel spurning, já nei, B4 kannski á snemmaferðin en það er alveg möguleiki. B4 drottning dreipur hókur CB1 og drottningin angar rétti, leikur D4. D4 líka mjög óþægilegu leikur, biskup Finnur 1 gæti verið inn í myndinni núna. Asax peðið í skotlínunni. Akkur leikur hann ekki bara strax, biskup F1? Jóhann minn. Ég har oft erfitt að sjá afturbakleikina. Já. Spurning hvort hann sjá hana leik. Nú náttúrulega snýr borðið sko öfugt fyrir okkur, þannig að það er rétt. Það er kannski munurinn. Já, þetta er biskup fyrir upp hjá okkur en afturbaki honum. Kannski myndi Jóhann sjá hann strax eða myndi snúa borðinu við. Þannig að nú er ég loksins búin að skilja að hver góðu skákmaður vilja stundum labba yfir og sjá skákborðið hinn meginn frá. Já, það getur hjálpað. Getur hjálpað. Biskup Asax má ég þá taka D4. Það er stóra spurningin, ef ekki... Já. Ef ég má taka Asax og tekið Asax. Jóhann er að meta þetta núna. Með vestafalli... Já, ok. Kannski þýrst hann að byrja að leika eins og biskup Finnur 4. Já, fá eitt tempo þar kannski. Leikur D5. Hérna hægir, það er nú onni á E4. Og það verður onni D5, en það verður onni á móti á A6. Skíturinn hrókur á 4. Er þetta eitthvað snilt? Hvað er að gerast? Tekur hann ekki bara með tempói á... Tekur með hrókur tempo á A6 og... Ok. E5, já. Komur aðeins á vart. Ég má ekki jafnvel eitthvað D4 einmitt því að hann tekur F6 og tekið bara tilbaka. En tekur á F3 náttúrulega, já, ok. Tekið á E7, tekið á F3. Og það er engin taktík í borðinu. Hvað er að gerast í þessu hérna? Það virkar núna svolítið óþægilegt fyrir Jóhann. Hann er að falla tíma þar ekki. Hann leikur hrókur einar einn. Ok, fyrir bakum peði. Ok, þetta var sniðut. Tekið eftir, tekið hóttar að vekja upp. Hann verður að leika hrókur E8. Nú verður Jóhann að vera fljótur. Hann er alveg að falla tíma. En þá kemur ykkur biskup B5 núna, ekki? Og den fer á E8 eða eitthvað. Það er nú mögulega líka bara geta dreipið á F6. Já, það er rétt. Þegar þú segir það. Hann er ekki að finna bestu leikina og tíminn hans er orðin alveg heikalega tæpur. Og nú kemur hrókur D... Hrókur er að koma D8, já, það er búið. Hrókur D8. Hann er að hafa þetta. Nú er eina spurningin hvort hann á að klára þetta. Og leikar hrókur G8 og svo E8. Já, E8 skák og hrókurinn er. Gert hjá Jóhanni. Hann vinnur þessa skák og hann er inni í þessu ennþá. Já. Ég hættir ekki flókið, hann þarf einu í einu. Já. Það þarf allar, en einu í einu. Einu í einu, það er rétt. En nú fær Hjörvar... Nú fær hann hvítt. Hjörvar hvítt og þá er... Spurning hvort Þetta er skákin. Ef hann ætlar að klára mig, þá... Það er aftur í kongsendran. Held ég að hann þarf að gera núna. Nei, hann breytir út af. Og Hjörvar teflir þetta afbreyði með... D2 C5, já. Gamla góða. Hér er fínt fyrir hvítan að drepa B4 og leika A3 fljótt. Það er svona nýja staffið í þessu. Ger það ekki. Já, mér er alltaf... Já, það er verið hrifin af þessu C-drepa B4 dæmi fyrir svartan. Mér finnst eitthvað svona afturkreistingslegt eitthvað. En það bara hentar ekki mínu stíl einhvern veginn. Það er nú svo sem sé menn eins og Galego verið að tefla þetta. Biskupið fyrir D7. Það kemur svolítið óvart að Jóhann skuli tefla þetta í skák sem hann þarf að vinna. Já. Af því að það er svo margir möguleika fyrir Hjörvar að gera lítið.
segja bara pass. Eins og Jóhann gerir með H6. Hvernig Svartur svona að tekla miðborðið núna? Er hann að... Sko það er alveg þekkt í svona stöðtypum að leika E5 og reyna að stilla pjóðanum upp á svartareiti og fá C5 reyting kannski, en eins og Jóhann... Já, kannski er farin að hóta núna. Er ekki G5 leikur núna? Ég halda það, en eins og hann er búin að tefla þetta með rittarn á B4 og... Já, ok. Ef að Hjörvar lokar sem er D5, þá fyrir biskupin bara G4 og rittarn á D7, eitthvað þýrleitt. Ég hugsa að Hjörvar gerir ekkert. En kemur ekki biskup G4 núna? Er það ekki bara glimrandi positional leikur eða hvað? Nei, það er náttúrulega B5, rittar B5 er kannski óþægilegur. Það er pínlítið óþægilegt, já. Hann býður átækta, með okkur E8. Passa tíman. Já. Nú pressa hann aðeins á Jóhanni hvaðan, ok, hann setur húkinn á C8. Báðir keppundur svolítið góðir í að leika leikjum sem svona virðast kannski hóta einhverju fáis. Virðast kannski mögulega eftirvill. En eru samt kannski eiginlega ekki að hóta hennu. Nei, það er einmitt mikilvægt í hraðskák oft, bara láta anstæðinginn halda að gera eitthvað, þóttu sérst ekki gera neitt. Já. Nú erum við konum með stöðu þar sem að er erfitt að finna svona gagnlega leiki til að gera eitthvað. Þannig að þetta er svona biðtaktik hjá báðum eins og við séð áður náttúrulega í þessu einvígi. En það sem að Jóhann vill er að ná tökum á einhverju reytum á miðborðinu fyrir rittarinn sem er á F6. Og bíður eftir að Hjörvar gera eitthvað. Og vill kannski reyna að þvinga Hjörvar til þess að íta peðinu á D5 eða drepa á E5. Og nú loksins leikur Hjörvar rittari D5. Þið tekum með, með hverju? Já. Ég tekum með EP, hefði kannski mögulega mátt leika E4. Tekum með CP, setur á drottninguna sem á enga svona eitt superspennandi reyti fyrir á A6. Biskup F1 væri kannski svara með biskup B5. Já, allir líkindum. Jóhann er allavega að koma með peðamæri hluta á drottningavang, hvað er þetta að segja það? Það er svona einu ójafnvægið í augnablikinu í þessu. Já, þannig að einhvers konar endatöfl þá geta hann kannski mögulega að fara að íta þessum peðum að stað hérna. En það er nú eitthvað í það, við erum í viðteflinu. Þeir halda þessari spennu hérna miðborðinu, það vil hvorugur leysa úr þessu. Aðeins betri tími hjá Jóhannin. Já, hann er eiginlega orðin jafn núna. Já, hann leikur biskup B5. B5. Hvert er hann að fara? Hvaðan kom hann? Já, hann var á D7. Já, hvað ætla Hjörvar að gera? Ætla hann að drepa á E5 eða ætla hann bara tvöfald á C-línunni kannski? Hann drepar á E5, já. Þessi rittari gæti núna að fara á D3 og C5. Já, það Svartur er myndið að hoppa með rittarinn á D3 og C5. Gæti verið einhver músagildra þarna fyrir rókinn á C7. Já. Myndið að fyrir á D3. Verður hann ekki að reyna rittari C5 og fanga rókinn á C7? Það er enda mjög erfitt á hótunum. Hann býður uppskipti. Já, heldur betri tíma, smá pressa Hjörvari í þessu. Nei, ég veit ekki. Hvað er Hjörvar að hugsa samt? Er eitthvað spáilega D6 eða hvað? Nei, hann dreipur bara. Hlýtur að lett biskup D7 til að halda C-línunni lokari. Nú þarf Svartur kannski að huga því að bæta drottninguna, hann getur kannski sett hann á B5 og B4. Já, það var svona það sem ég var að hugsa að byrja eitthvað pot þannig. Já. Án þess að taka miklar ákvarðanir með peðastöðuna. Þetta er að fyrir á F5, er það eitthvað? Reyndar ef ég tek að það hóta ég í kjölfæri að leika F6 og það er svolítið ljótt fyrir Svartan að leika F6. Já, þetta var örugglega góður leikur hjá Hjörvari í ljósi
Ljósi stöðunar, ljósi þess að Jóhann var mögulega að fara að taka yfir á drottningvagnum. Þar ég að hleypa honum aftur inn, leikar þetta D7. Myndi nú helst vilja forðast það Já. og ég með svart. Mér finnst bara F6 svolítið óþægilegt. En líka kongur H7, þetta er kannski ekki ólöst. Svo er F6 með G6. Heldur vikingunum svona eins og mikið niður og hann getur en DP er Það er ekki Jóhann að hörfa núna með drottninguna. Lett þarna. Reynda væri sko drottning C8 D7 kannski dálítið óþægilegt. B5. Já, hún er betrið þar. Og ég leika D7 reyndar til biskup C6. Já. Þannig að verður að leika hrókur eitthvað. D7 hrókur D8. En þá, já, hann leikur bara hrókur D8 og DP er veikt. Þannig að það er kannski bara platta sjálf með þar. Drottning D5 setur FC peðið mjög og það er rétt, drottningin kemur tilbaka. Valda peðið. Þá setur hann E-peðið. Hef ég tími hrókur E6. Svo er það hrókur E5 með annarkvæmt hrókur D6 eða hrókur F6. Það er ég. Hrókur E6 verðist vera mjög góð leikur núna. Og ég veit ekki alveg Hjörvar með 18 sekundur virðist hann stressaður. Jóhann alltaf haggast ekki frekar en venjulega. En hrókur E6, já, mér fannst það nú full lengi leika þessu, mér fannst það svolítið augljósleikur. Þeir sögðu einhvern tímann að púlsinu Jóhanni, hann bifaðist aldrei, alveg saman þó hann væri tefla mjög spennandi skák. Og nú þurfum við kannski að á stöðun aftur. Hjörvar var að drepa þarna á E6 og þetta út hjá okkur, hann tók á D5 og það var uppskiptið og nú hlýtur Jóhann að koma með kóngin. Þetta var svona kemur kóngin og ætlar að fanga þetta peð hérna. Er hann ekki bara að vinna peð? Hann er því, hann er ekki nægilega tímana til að leika G5 svartur leikur kannski bara G5 sjálfur. Og Jóhann er með mjög vænlegt endatafl með peðamir hlutan á drottningvagnum. Það þarf ekki svona að gera það, hann getur bara farið að huga því að koma þessu peðum á stað, nú getur hann leikur E5 til að laga kóngin. Já, skilur peðið eftir á G6 en það er voni á B3 í staðinn. Þetta nú við, það er ekki lélega úrvinnsla. Kóngurinn kemur á E5, rittarinn á E6 og já, B5 rittarinn D4 vantalega. Teki B4. Nei, hann kemst hann á C4, hann líkur A4. Hann er alveg á mörkunum að misti í aðtefli eða hvað? Já, hvað er að gerast í þessu? G6. Okay. Hvernig ætlar hann að losa mennina? Ég held að það sem er klúður þessu. Gríðarlega spenna hérna. Nær Jóhann að vinna og haldi sér nýja viðinu eða heldur Hjörvar í aðtefli og Ok, hann ætlar að F5 á H4. Nei, hann ekki F5 á H4. Já. Það er eftir að ég veit hann og það er að finna. Það er eftir að júðast lengi á þessu reyndar. En þetta peð á G6 er mjög erfitt við að eiga eða hvað betur við? Hann hefur ekki tíma í neitt núna. Hann er ekki tíma að leika kongur E3. G-peðið það hleypur hratt líka. Já, vandamálið nú, hann heldur G-peðuna, en hann er ekkert að koma rittarinn til að hjálpa kongnum að koma A-peðinu upp, þannig að þetta er... Já, þetta er jættefli. Þetta er jættefli sem að Hjörvar þurfti og nægir honum. 5,5 og 3,5 eftir, já, skemmtilega baráttu. Heldur betur, þetta var vöndu tafnmennska fannst mér í þessu við hjá þeim. Já. Hjörvar og Jóhanni. En Hjörvar sigrar þetta einvíi 5,5, 3,5 og hann fer áfram í undanúrslitin. Við tökum stuttli og reynum að fá Hjörvar í stuttspjall, ekki fara langt.
Já, velkomin aftur. Við erum komið með Hjörvar Steinn Grétarsson, sigurvegara þess sem við sérna til okkar í stuttspjall. Hjörvar, til hamingju með sigurinn. Já, takk fyrir það. Þetta var gaman að fylgjast með þessu. Okkur fannst þetta að vera vöndutafmennska hjá okkur báðum. Já, þá eru það einir það. Við getum nú telt mjög betur við Jói en heilt yfir Jói, þetta var betur en á móti Vigni allavega, það er alveg á hreinu. Þetta snerist kannski meira það svona í lokin hvernig að halda sér réttu megin á klukkunni og halda sér inn í baráttunni og þú gerði það í kvöld. Já, klukkan eru orðin 11:30 og við erum báðir yfir 30, þannig að það er bara mjög eðlilegt að við getum ekki telt. Já, hann kannski komin örlítið lengra en þú yfir 30. Engin aldursfordómar. Nei, við vorum mjög ánægðir með tapmennskuna. Þú ert komin áfram í undanúrslitin í keppninni og mætið þar Guðmundi Kjartansinni. Og hvernig verður að tefla við Guðmund? Það er aldrei gaman að tefla við Guðmund. Nei. Ekki af því ég held endilega í tapið, það er bara leiðilegt að tefla á móti honum. Já. En já, ég held svona, ég er örugglega með mjög slæmt skor á móti Gumma. Ég held að Helgi Ás með betra skor en Gummi á mig, en ég held að Gummi sé svona næstur í rauninni. Þannig að engin óska andstæðingur. Þú þarft að gíra þig heldur betur upp fyrir það? Já, heldur betur. Já. Þannig að ég þarf örugglega að tefla betur enn í kvöld til að vinna. Einmitt. Við þökkum Hjörvari fyrir spjalli óskoman og góðs gengis í undanúrslitum og við skulum fá upp á skjáin núna stöðuna eins og hún lítur út fyrir undanúrslitin. Fáum að sjá stöðuna núna. Og hérna sjáum við þetta, hérna sjáum við hvernig leikar fóru í 16 manna úrslitum. Bragi sigraði Dag Argrímsson. Helgi Ólafsson lagði Þröst Þórhallsson, Björn Þorfinnsson lagði Olgu Prútinkofi og Hannes Lívar lagði Guðmund Gíslason og í 8 manna úrslitum lagði Helgi Braga eins og við sáum áðan og Björn vann Hannes Lívar. Helgi og Björn mætast í undanúrslitum og hinum megin ef við fáum að sjá það eldsnögt og vorum við að ljúka 8 manna úrslitum. Og þar komust Hjörvar Steinn og Guðmundur áfram í undanúrslitin og undanúrslitin verða kláruð 1. desember eftir 2 vikur. Og þar verða spennandi. Spurning hvort að Björn Þorfinnsson á að hefna fyrir bróður sinn Braga og hvort að Hjörvar ná að bæta skórið sitt á móti Guðmundi félaga sínum. En kæru áhorfendur, gaman að vera með ykkur í kvöld. Við þökkum ykkur kærlega fyrir áhorfið og hlökkum til eftir 2 vikur. Sjáumst þá, hress og kát, verið sæl.